Jú, komið sæl, frís heldur áfram. Framhaldsskólaleikarnir í rafíþróttum og í kvöld þá það FIFA og ég með ansi sterka makkar hérna með mér núna. Króli, velkomin í setið. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir að fá mig. Nú ert þú sérfræðingur í öllu sem aðeins kemur, mótum, keppnum og fótbolta. Og það FIFA í kvöld. Já, ok. Ég þakka kærlega fyrir góðan titil, en jú, ég er forfallinn bæði fótbolta og FIFA áhugamaður, þannig að ég myndi kalla mig áhugamann frekar en sérfræðing, en ég fylgist það vel með og er mjög spenntur fyrir kvöldurinn. Mér finnst menn og feimni við að leyfa fólki að kalla sig sérfræðing. Ég er búinn að vera að spila FIFA síðan ég man eftir mér og er yfir við allt frá bara kick-off með vinum yfir í Career og Ultimate Team og alltaf gaman að taka síðan bara gott co-op eða eitthvað dót, sko, þannig að ég... Já, það er nefnilega vannmetið. Já. Co-opið. Það er svo gaman, þú veist, þegar maður getur verið bæði pirraður og glaður á marketum sínum. Já, heldur betur og það Fjagra mann að vera undan svolítið steik. Já, mesta steikinn er náttúrulega bara á klöpp, sko, þar sem maður getur verið með basically bara 11 vinniðum í liði, það verður bara bull, sko. Það er samt ömurlegt að vera, þú veist, markmaðurinn eða... Það er alltaf einhver svona einn skrítinn vinnur í vinnahópnum sem nennir því, sko, og maður verður að vera þakkláttur. Maður er svo þakkláttur fyrir þá aðalega. Þakkláttur fyrir skrítnu vinnuna sem að vera... Sammála því. Það verða 2 leikir í boði í kvöld og þetta eru úrslitaleikurinn og leikurinn þriðasætið og við byrjum á leik Versló og Kvennó og færum okkur yfir leik MK og ME og því segi úrslitaleikur og þriðasætisleikur ætla að segja, þá erum við náttúrulega að tala í FIFA mótinu sjálfu og þetta er búið að vera skemmtilegt, það sem við náttúrulega kepp í 3 leikjum, Króli, við erum búin að fylgjast með liðunum í CSGO, við erum að fylgjast með þeim í Rocket League, fáum FIFA núna, það eru meistarar í hverjum leik, við munum segja frá þeim öllum eftir, en við erum að fá úrslitaleikinni í FIFA og það kemur náttúrulega núna bara í ljós hvaða lið að verða sem að mæta í úrslitakeppnina í næstu viku og næstu 3 vikunar. Heldur betur og það líka náttúrulega allt galopið. Ég meina það við hefðum getað í rauninni verið með þetta frekar sett fyrir okkur hverjir getur mögulega verið komnir áfram núna í fyrir síðustu umræðuna, en það er bókstaflegt galopið og persónulega er ég bara ótrúlega spenntur að sjá hvernig þessi 4 lið allavega takast á og hverjir komast áfram og halda áfram. Hefur þú lýst einhverjum íþróttum í sjónvarpi eða eitthvað hannig? Ég vissulega er að æfa með KA sem er 4. deildarlið hjá Haugum sem var svona bumbuboltaskemmtun og eftir æfingu lýsti ég leik Þrótt í Vogum og Haugum með Friðberti Bjarka félagi mínum og ég fekk ekki allavega að lýsa aftur, ég veit ekki hvort að... Ég held nefnilega að ég sé að fara að sitja við hliðina og peppaðasta lýsanda allra tíma. Já, ok, það er bara verið að reyna að sitja að pressa mig. Ok, þá þarf ég að standa inn. Mig gruna það einhvern veginn, sko. Ég er alls ekki að fullyrða það, sko. Nei, það kemur bara í ljós. Ég held að ég er algjörlega að fara að koma sjálfum mér jafn mikið óvart og þér, sko. Ég er mjög peppaður fyrir þess allavega. Við skulum kíkja yfir stöðuna í mótunum eins og núna. Byrjum á CS og þetta er loka staðan í Counter-Strike og hérna sjáum við það Flensborg og Tækniskólinn sem að sigra sína riðla. MA í öðru sæti í riðli 1, VFMA í því 3., Menntaskóli Tröllaskagi í 4. ætla að segja, MH í 5. og svo koma Kvennó og MK hann að stiga laus í fyrri riðlinum, í seinni riðlinum eins og áður sagði Tækniskólinn sem að sigrar riðilinn, síðan er það Versló, ME, BHS, MR, FL og FSN þar á botninum og sko Flensborg og Tækniskólinn mættu síðan í gær í úrslitunum og ég er að fá það til minni hvort liðið var sem vann því að það var náttúrulega ekki í sjónvarpinu en það var Flensborg. Já, ég verði eiginlega að vera hreinskilinn að segja bara hipp hipp húrra, sko. Ég er Flensborgingur, var þar í 3 ár, áorkaði ekki miklu, kláraði ekki stúdent en var bara í Gettu Betur og Morfís-liðinu og svona. Já, þú varst aðalega í Gettu Betur og Morfís-liðinu. Já, ég hef heilt sögur af því að það sé ennþá málið bara svolítið. Já, jú, ég var að þjálfa MR núna. Við töpuðum í gerðvíslu í undanúrslitum og við sko líka til að fara full circle þá er Kvennó náttúrulega að fara að spila þetta leik bara núna og formaður Morfís er að keppa fyrir hönd Kvennó. Nei. Jú, hann Viktor Ingi Birgisson.
Þannig að Þetta fyrir ringi. Þetta er lítið land og ég mjög spenntur að bara sjá hvernig hann stendur sig sko. Því hann stendur sig mjög vel sem formaður Morfís. Það er ekki hægt að taka það á honum. Morfís er náttúrulega eitt svalasti hlutur í heiminum. Kannski verið Frís bara á saman stað? Já, ef ekki bara Morfís og Frís og bara var hægt að blanda þessu saman, töluleiki og ræðmi sko. Sko það er allavega ekki margt sem að menn rökra heitt yfir og leiki sko. Já, en ég meina það var myndust á þarna heitar umræður núna fyrir hvað ég var að segja 2 vikur síðan eftir allir frjálsíþrótta íþróttafélagarnir yrðu pirraðir þannig að það var alveg að setjast á rökstól og ræða það sko, ef að það ekki. Já, kannski tökum við þetta bara fyrir live á Instagram eftir og tökum hvort allir var með og móti. Ég skal vera dómari. Ok. Kíkjum á stöðuna á það hvernig Rocket League fór og hérna sjáum við riðluna MH og Tækniskólinn sem að sigra sína riðla þar. MH í öðru sæti í riðli 1, Vestló í 3. sæti og MK í því 4. Menntaskólinn á Tröllaskaga, FL og FMA þar á botnum. Í riðli 2 þá er Tækniskólinn eins og það sagði Sigur riðilsins, hvað maður kallar það? Já. Þetta er Sigur riðilsins bara. Kvennó og BHS síðan í öðru og 3. sæti, MR, FSN, ME og þarna er Flensborg ekki Eru ekki að ríða neitt sérstaklega feitum hesti þarna og ME ekki heldur en þeir greinilega eru á botni vegna markatölugiska. Það er ekkert annað sem að sitja fyrir neðan þarna. Nei, væntanlega. Eða þá leti hjá þeim sem gerir grafíkina. Eða það. Ég ætla að skrifa það. Ég held að þeir hafi lent í næst síðast. Nei, jú, þetta greinilega voru ekki alveg að standa sig jafn vel og í CSGO. En það er bara, þú veist... Alltaf, Flensborgarliðið í CSGO er rosalegt. Það sem ég náttúrulega er með CSGO hérna venjulega. Það eru eiginlega of mörg nöfn sem ég þekki úr úrvalsdeild í Flensborgarliðinu. Í alvöru? Já. Núna fylgist ég ekki mikið með CSGO. Það er bara liðstjórinn þar er búinn að vinna 3 síðustu stórmót sko. Vá! Og er bara allt Flensbyggingar í alvörunni? Já, þú veist, enginn er að spila saman í úrvalsdeildinni, en þetta er stór nöfn. Það væri gott Flensborgarlið sem var ég hægt að búa til í úrvalsdeildinni, segðu mér það. Já. Vá, geggjað. Fínt lið sko. Já, það er gott að heyra. Ég meina, Flensborg er að gera góða hluti ástæðis. Eins og ég sagði hann, MH og Tækniskólinn sem að sigruðu þarna sína riðla mættust í úrslitum og sigurvegarinn þar var MH. Já. Þannig að, en takk þetta, Tækniskólinn ofarlega bæði í Rocket League og í CS og er þá í toppmálum. Mjög konsistent með þetta annað sæti hjá þér. Já, ættu að vera komin áfram bara á því, þótt að við eigum eftir að klára FIFA og fá náttúrulega endalegu niðurstöðuna eftir, en það myndi ég segja að vera nokkuð potti að Tækniskólinn sé komin áfram, en það er allt galopið á hinum endanum. Bara 100%. Ég meina, við erum með Vestló sem eru bara 100% að fara að berast til lífið sínu þetta 3. sæti, sömuleiðis Kvennó og síðan það bara MK og ME. Ég meina, við erum með 2 tæknilega séð erum við 2 úrslitaleiki en ekki bara 1 sko, vegna þess að þetta náttúrulega er vissulega bara í FIFA-mótinu hérna en síðan náttúrulega snýst þetta líka bara hvaða 4 skólar komast áfram. Algjörlega, 3. sætisleikunni skiptir jafn miklu máli. Já, bara 100%. Það er reyndar alltaf bikar undir sko, sem að skipta mestu máli í enda dagsins. Já, alltaf gott að fá silfurverð sko, en ég meina, er það ekki bara augljóst að þetta eru 2 alvöru rimmur sem við erum að fara að fá hérna. Klar, kíkjum á töfluna í e-fótboltanum. Þannig að sjáum við það Kvennó, MK og sem er á toppnum Vestló og ME og já, það er náttúrulega bara liðin sem eru að spila í kvöld. Vestló á móti Kvennó og MK á móti ME og þetta getur verið alveg opið. MH hana í 3. sætinu, Tækniskólinn í 4., Menntaskólinn á Tröllaskaga í 5. og FL í 7. Í riðli 2 þá var það eins og þess að MK og ME, VFMA, FSN, BHS en Flensborg aftur. Flensborg. Þannig að maður segja að Flensborg væri raunverulega bara CS:GO. Já, þeir greinilega eiga bara ekkert að vera að koma nálægt neinu sem að tengist bolta. Það er bara, ég held að það sé svona, það er lærdómurinn sem við erum að taka hérna út úr þessum myndum. Ég er með sérfræðing úr Flensborg í kvöld. Já, og ég er að fara að hringja nokkuð símtal til þetta. Nei, ég er að djóka. Nei, þetta er
Þeir lögðu sig allan í CSGO og síðan bara voru þau greinilega bara að trúða sig í gang þarna í bæði Rocket League og FIFA. En við ætlum ekki að einblína á það vegna við erum með 2 geggjaðar. En ég samt mjög forvitin að vita hversu nálagt til dæmis MH voru að komast í 3. sætisleikinn. Já. Það væri áhugavert og ég veit að það fólk sem heyrir okkur á bak við tjöldin sem getur komið með skilaboðum. En það sem að Krúli raun og verið að segja okkur hér að hann búinn að segja upp þjálfarastöðunni sinni í Morpheus og ætlar að taka upp þjálfarastöðunni í FIFA í Flensborg fyrir næst tímabil. Þá þarf að flengja nokkra rassa þar og ég tek það. Tekur það bara að þér? Já. Ég meina bara eitt fyrir bæjarfélagið. Já, heldur betur. Ég líð svona ekki, sko. Núna erum við að fara inn í leik Vestló og Kvennó. Þessi lið voru náttúrulega saman í riðli. Ef við kannski útskýra aðeins formatið fyrir okkur í kvöld, hvernig FIFA-formatið virkar? Já, þú ert sem sagt með þannig að vegna þess að við styðjum ekki að það sé verið að borga stóriðum á borð við EA Sports fúlgurfjár sem náttúrulega ekkert annað en bara ítöldu spilafíkningur á barna. Vissulega að tala smá út frá Annars sjáum við bara alveg sem við á hreinu Kvennó í hvítu, Vestló í svörtu. Vestló syns með velja Real Madrid. Og þetta virkar þannig að allir karlarnir, leikmennir sem voru að spila með eru 90 overall rankaðir til þess að í rauninni að mynda jöfnuð í liðum vegna þess að það er náttúrulega bara það er ekkert hægt að keppa í einhverju nema allir gangi jafnt að borði og við getum alveg verið saman það. Nema hvað að það náttúrulega ákveðin taktík með þetta vegna þess að þótt að allar tölurnar séu þess sömu þá skiptir miklu máli hæð leikmanna sem og hvernig tegundar leikmenn þú spilar í hvaða stöðu vegna þess að miðjumenn eru með ákveðna stöður og sömuleiðis varnarmenn og oft eru menn að nýta sér miðjumenn til að fara niður í bakverði bæði vegna hæðar og fleira en við erum hérna að byrja þér og þetta leikur á milli Kvennó og Vestló. Já og þetta leikur 1 þar sem að við erum með annars vegar fyrir kvennaskólan Benedikt Birgi Hrafnkelsson og Kristinn Örn Gunnarsson og það eitthvað smá högt í gangi sem við erum að búast og þetta eru 6 mínútna hálfleikar eins og þarna má sjá að þarna er leikmaður nafni Philip sem er vanalega ekkert sérstaklega góður í FIFA en vegna hvernig hann er byggður og hæðar hans þá er hann alveg ótrúlega sterkur þessari stöðu þar sem hann náttúrulega Þannig að það er taktíkurinn að láta þessa tegunda game-móti en hérna eru Vestlingakonur í sókn en hvernig hún að slá tilbaka. Já, og þetta verður bara 100% algjör þetta verður mjög topp-heavy slagur. Ég meina þú sér það bæði lið eru að sækja mörgum mönnum Vestló eru greinilega ætla að spila þannig að þeir ætla að halda sínum mönnum bara fyrir aftan boltan sama hvað. Þú sást þarna að Kvennó voru að sækja og þeir héldu mönnunum samt bara fyrir aftan varnarmennina. Það er verið að teygja á mönnum mjög mikið. Þetta verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig leikurinn ágerist vegna þess að Kvennó er ekki að pressa. Þeir liggja mjög aftarlega og eru greinilega að spila á droppbacki þar sem að báðir bakverðirnir koma niður í vörnina í rauninni í öllum heyrðu en hérna gætu Kvennó verið að sækja og þeir eru að gera það en það er eiginlega magnað hvað bæði lið ætla að velja mjög svona varkárna tækni bara til að byrja með þar sem að þeir eru að sækja hvorum öðrum inn. Já, þeir eru að sækja mjög fáum mönnum til að byrja með. Já, öryggið uppmálað hérna eins og þú sagðir áðan þá er þetta náttúrulega þessi lið í raun og spila 2 leiki og það eru skipt bara keppendur og sameiginleg markatala gildir. Já. Þannig að það sem er svo stórt við þennan leik er að bæði Kvennó og Vestló verða að vinna til að komast áfram. Bara 100%. Og ná í þetta 3. sæti. Við erum að horfa á úrslitaleik á sama tíma og við erum að horfa á 3. sætisleik. Akkurat. Sem að flestir vilja ekki spila en hérna fer hann að skipta máli. Já, heldur betur. Og þarna eftir með Raheem Sterling sem er einn af reynbófleikar inn á teiginn. Hann hefur enga stjórn á boltanum þarna, nær hann niður og reynir að finna sér skot sem að þetta er nú bara ótrúlega yfirvegaður varnarleikur hérna hjá Vestló, alveg fáránlega. En vinnan tilbaka, Kvennó og spilum fram. Já. Gott hlaup. Heyrðu, og Phillips er að skora. Maðurinn sem ég var að tala þetta er ástæðan fyrir því að þú þarft að hugsa eins út fyrir boxið þegar þú ert að spila á overall 90. Þarna ertu með djúpan miðjumann sem þeir eru að spila mjög framalega, einfaldlega vegna þess að hann er stór og stæðilegur og þetta er að skila sér.
og kvenna eru komnir yfir, ótrúlegt en satt. Senur. Það er rétt. Nei, en... Erum við ekki á Wembley í þokkabót? Senur á Wembley? Jú, senur á Wembley maður. En þetta skilaði sér. Ég meina, Vestló þurfa núna bara að svara í sömu mynt eða þeir ætla að halda sér inn í þessum leik og hvað þá inn í rimminu í heild sinni. Það sem að þeir eru búin að vera að spila mjög varkárt. Þeir eru að sækja ótrúlega fáum mönnum. En það er verið að bara aðeins að skoða hvernig leikar fara. Mikið verið að leita inn á miðju. Og núna, en þetta er greinilega bara taktíkin á Kvennó. Núna ætla þeir bara að leggja tilbaka. Allir menn eru fyrir aftan boltan á öllum stundum og þeir ætla síðan að bara breyka hratt. Þetta er mjög árangursrík taktík ef henni er haldið úti. Þannig að Kvennó þurfa bara að gjöra svo vel Vestló þurfa bara að gjöra svo vel að sækja ef þeir ætla að gera eitthvað. Vegna þess að, þannig að við getum að lesa þessa rangstæðis betur. En hættulegt samt sem var núna, segir til dæmis fyrir Vestló og breyta taktík og fara að keyra á fleiri mönnum og fara í þyngri sóknir. Það er náttúrulega markatalan sem skiptir máli og það er vont að skila af sig keflinum kannski 3-0 undir. Já, það er bara eiginlega ómögulegt svona, ef út í það er farið vegna þess að það náttúrulega spilar sömuleiðis bara næsti maður upp á... Það byrja bara 3-0 undir. Já, bara upp á jafntefli. En þú sér samt að Vestló er ekkert að gera það. Þeir eru að reyna að byggja hægt. Jú, þeir eru að sækja sömu 4 mönnum og þeir gerðu í byrjun leiks þannig að þeir greinilega ætla bara að halda plani. En þetta er ótrúlega vondur staður til að missa boltan á en þeir ná að vinna aftur mjög örugglega. Hann er að leika sér þarna eldinum, Sergio Ramos. En við erum með þetta eru 2 ungir leikmenn sem eru að spila. Þeir eru annars vegar 16 og 17 ára, þannig að þetta er ekki aldursforsendar keppnirinnar allavega sem er að keppa þennan leik. Mikið rétt. Benedikt Birgir fyrir Kvennó 17 ára og Kristinn Örn fyrir Vestló 16. Hérna er komin í gegn bara, ætlar hann að chippa hann? Já, hann beitaði hann og þetta virkaði. Markur Sessótt með vinstri, það er ekkert annað í boði. Þarna ætlaði hann að reyna að beita hann, hann ætlaði að reyna að draga markmanninn fram og hætta síðan við en það bara virkaði ekki. Hann greip tækifærið á ögur stundu og er bara komin í 2-0 yfir og það eru bara í rauninni alveg 2 sóknir eftir í þessum hálfleik. Þetta er kjörstaða fyrir Kvennó. Engin spurning. Algjör kjörstaða og Benedikt Birgir er að byrja leik bara virkilega sterkt. Ótrúlega vel. Viktor Ingi Birgis þarf bara núna ekki að drulla upp á hnakkabak og þá er hann bara góður sko. Fljótt að breyta samt sem maður og sjá hérna ef að Vestló getur potað inn núna hérna bara í fyrri hálfleik og komið sér 2-1 þá... En það væri nú hægara sagt en gert það sem að Vestló er ekki búið að eiga skot á mark í þessum leik. Þessi fyrri hálfleikur, ég held í alvöruna að þeir hafa ekki náð snertingu innan teigs andstæðingsins. Þeir eru bara... Svo er þetta mjög áhugavert þegar liðunum er stillt upp. Það sem eru 2 leikmenn að bíða nú við, hérna er sóknin frá Kvennó. Þetta er bara, nei, og heyrðu hann færði markmann, fullkomin tímasetning, mjög góð vörn þarna hjá Vestló. Færi markmanninn á hárréttum tíma og les Benedikt eins og opna bók. En eins og að segja áðan að í raun og veru liðin fyrir að tefla fram 2 leikmönnum og vita ekki í hvaða röð mótorinn tefli fram sínum leikmönnum þannig að til dæmis Vestló veitir hún ekki fyrirfram. Við vita kannski hvort að Benedikt eða Viktor hjá kvennaskólanum sé sterkari vilja þá mögulega setja sinn sterkari leikmann á mótið. Vita ekki fyrirfram eða öfugt. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega alveg 100% bara taktík á bakvið hvað þú gerir og hvort þú gerir, hvort þú viljið byrja með að tefla þínum besta leikmanni upp og bara fara guns blazing í sókn eða hvort þú viljir tefla þínum veikari leikmanni upp og reyna að spila varnarlega. En ég meina bara ef ég á að vera fullkomlega hreinskilinn þá hefur Vestló ekki verið að ríða neitt sérstaklega fyrir mest í þarna. Þau eru ekki bara ekki búið að komast inn í teig. Nei, bara ekki skot á markið og ég reynda sá ekki statíkina fyrir hennar hálfleik en það hefur verið áhugavert að sjá og líka bara upp á hversu mikið Kvennó hefur verið að halda boltanum. Ég meina þeir eru bara búin að vera í sóknæla bara allan tíman. Leikurinn hefur farið fram á vallarhelmingi Vestló og það er bara staðan og það verður mjög áhugavert að sjá bæði hvernig þessi hálfleikur fyrir og síðan hvernig þeim erðu en þetta komin í ákveðnislega stöðu en sjáu þið hvað Kvennó eru að verjast á mörgum mönnum.
Það er eins og Og óöfni hann hjá hvern og fyrir að hrifsa á Vestló Heyrðu, þvílík vörn. Þetta er fyrsta álitlega sóknin sem við sjáum frá Vestló, hún er ekki búin. Nei, hún er ekki búin, en hún kláraðist ekki skoti og það er svolítið málið. Vestló eru bara ekki að ná að execute sókninu sinni nógu vel. Þetta var lesið alveg í fyrradag og... Vestló í svörtu, hvern og í hvítu. Með En build-up-playið hjá Kvennó, build-up-playið hjá Benedikt er bara búið að vera töluvert betra. Það er bara, það er einhver stefna, hann er að sækja bæði á fleiri mönnum en hann er líka að spila á drop-back þar sem að bakverðirnir í rauninni bara koma ekki með í sóknar sama hvað, sem náttúrulega bara, en þarna, sjáu þið, góður varnarleikur þarna hjá Kristínu. Þetta var eiginlega bara bjargaði marki. Ég þori eiginlega að ganga sem að segja það. En hvað gerir hann hér? Þessi tökum við líka hvernig og skilur vörðina sem eftir baka, en þetta er frábær sending. Nei, gamla góða panic-chipið. Hann hélt að hann væri að fara með markmanninn út. Maður gerir þetta alltaf ef maður er í markinu. Maður hleypur 2 skref, vonast að fá panic-chipið. Já, hann náði bara að beita, þarna náði Benedikt að beita. En Vestló liggur á Kvennó hérna, ná að vinna boltan aftur á miðunni, en boltinn fellur aftur til Kvennó. Þetta er spurning hvort hann hefur breytt planið sínu eitthvað mikið. Ég sé það ekki. Mér sýnist báðir menn vera að spila bara alveg eins og þeir byrjuðu leikinn, en núna er bara Kristinn komin meira inn í leikinn. Kaldi puttar í byrjun. Já, ætli það ekki. Smá stress þarna með þessa chippu, hann hefði mögulega geta verið búin að minnka munninn, en við bíðum að sjá hann. Það er líka þarna er svona dæmigert sem við sjáum á þessu leveli, þar sem að leikmennir eru orðið góðir, að sendingar sem eru einhvern veginn langar eða eitthvað þannig, þær eru alltaf jætnar. Já, 100%. Það er bara leikskilningurinn hjá mönnum sem eru svona góðir í FIFA er bara mjög hár og það er bara sér það aðalega í one-on-one varnarleiknum eins og þarna, bara þú lokar á bestu sendingarleiðina og hérna kannski verður skólabókardæmi það nema að Benedikt ná einhvern veginn að gera sér mat úr þessu en það bara nákvæmlega, þetta er bara báðir leikmennir að verjast alveg ótrúlega vel. Það er líka bara til að þeir eru að spila nákvæmlega saman leikinn og þeir vita hvað virkar og hvað virkar ekki. Vestló Ísó. Nú sér hvað þeir eru að sækja fá mönnum, Kvennó eru alltaf með yfirhöndina hvað varðar manntölu og það er bara ekki nógu gott fyrir Vestló. En, nei, sjáðu, varnarleikurinn er bara betri á Kvennó, það er bara svo einfalt er það. Já, spurning hvort að Vestlingar þurfi bara hreinlega og Kristinn hérna núna þurfi bara hreinlega að reyna að fá ekki fleiri mörk á sig áður en að Patrikur tekur við og mögulega Patrikur meiri markaskorari, það kemur bara í ljós. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvernig líka seinna matchupið er. Heldur betur. Það er svona ljósið þess að það væri hægt, seinni leikurinn getur farið í framlengingu. Og býtum við, þetta er frá... Þetta var einfaldlega ekki góð né rétt ákvörðun, en hvað gerir hann hér? Hann dansar með boltanartegnum, reynir að snúa sér, nær því ekki. Þess að segja að seinni leikurinn getur farið í framlengingu, þannig að ákvörðunin er ekkert ólíklega svo að spilararnir innbyrðis ákveði hvor er sterkari og sterkari spilarinn taki seinni leikinn. Já, nei, en líka bara, ég ætla ekki að leika þeim Nostradamus hérna, en ég held að svona með hvernig þetta hefur spilast og með það að Vestló og Kristinn hafa ekki átt skot á markið, þá er pressan algjörlega á Viktor að halda þessu vegna þess að síðan getur Patrikur bara farið inn og spilað eins og óður maður en hann gefur aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Ég er mjög forvitinn að sjá hvaða taktík hann ætlar að nýta sér. Já, hann ætlar bara að senda boltann. Hann vil bara halda áfram með sóknina sem er áhugavert þar sem hann spilar ekki mörgum mönnum fram þannig að hann var allan daginn að fara að vera undir mannaður þarna og gefur þar á leiðandi Kristni sens á að sækja hratt sem hann reynir en dreifur síðan tilbaka. Það eru 10 FIFA mínútur eftir og hann hefur ennþá ekki átt skot á markið og þetta er ekki nógu góð sending á þessum tímapunkti í leiknum. Samkvæmt tölfræðinni þá á hann 1 á markið. Já, ok, þá éti ég orð mín. En ég man ekki eftir því skoti, þannig að það hefur verið eitthvað í varnarmann fyrir utan teig. En hvað... Hleypið var gott þarna, en blokkið var betra. Já, bara varnarleikurinn hans Benedikt bara, hann er alltaf að svara hann, alltaf. Góð sending, teygir á vörninni. Þar eru bakverðirnir, já, já, þetta er bara, hann er að leika sér, kannski aðeins svo mikið.
hefði hann átt að reyna að tróða þriðja markinu þarna til þess að setja Viktor Inga í stæðilegri stöðu. Ná í fleiri mörk hérna en í staðinn Vestling komið í sókn og hérna getur Kristinn breytt leiknum heldur betur. En það er farið, þessi leikur held ég muni bara enda með 2-0 nema að Benedikt bara sæki djarft núna síðustu mínútu leiksins. Ég meina það þarf að gera. Ég held að hann vilji frekar gera það en að gera það ekki og ég meina þú sér hérna að hann búinn að snúa sér, hann kominn á boltahliðina og bara næri ekki boltann. Hjálpinn hann að mætt. Hann byrjaði greinilega að sprinta og gefur boltann bara frá sér en lokasóknin hérna, engin spurning. 100% lokasóknin og gefur boltann frá sér enn og aftur. Jæja. 2-0 Kvennó gegn Versló 2, Kvennó 2, Versló 0 hérna eftir fyrri viðuregnina. Eins og áður sagði þá heldur viðuregnin áfram með 9 leikmönnum hér á eftir og Patrekur Orri tekur við Verslunarskólalegum ætla að segja 2-0 undir og Viktor Ingi Birgisson sest í stólinn, heita stólinn, kvennómegin. Tekur upp stýripennan. Auðvitað myndi maður einhvern veginn frekar vilja vera Viktor, fá leikinn 2-0 í hendunar, en það er alveg ótrúlega mikið pressa sem fylgir. Já, það náttúrulega sálfræðan á bakvið það, vegna þess að núna held ég að ég er ósammála. Ég væri til að vera Patrekur og geta spilað basically carefree vegna þess að þetta er þinn leikur til að vinna en ekki að tapa. Það er það sem ég er að segja, Já, nákvæmlega. Þú veist, það er minni pressa á honum heldur en á Viktoru núna. Hann geti farið í álæti að taka og spila bara 4-2-4 þess vegna. Og sem að væri vissulega ekki ákjósanlegt vegna þess að þá geti Viktor náttúrulega bara þannig sé spila hratt. En áhugavert var að bæði lið voru að spila á drop-back þar sem að í rauninni bakverðirnir sækja ekki, þú spila með flata línu allan tímann. Já, og er bara allan tímann. Já, og þeir voru í rauninni báði bara að reyna að spila sem taktík sem að Benedikt bara einfaldlega spilaði betur, sem var bara að reyna að brjóta fyrir framan vítateig hins. Ég meina þeir gerðu sér ekki mikið mat úr skyndisóknum allan leikinn, þeir vildu spila hægt upp, þannig að þessi leikur hafði alveg á bara góðum degi geta cancelast svolítið út en Benedikt bara spilaði betur og var þess betur. Raun og átti maður alveg eins von á fleiri mörkum frá Kvenna. Já, bara rétt undir lokin þá horfum við á það að hann var bara í stöðu til þess að bæta við, sem er spurning, ekki það eins og staðan er núna að það verða honum að falli, en það væri leiðilegt ef að Patrekur myndi síðan vinna með 3 mörkum og hann hefði þá sleppt í að taka sér skæri þarna með Störling undir lokin, en við bíðum bara að sjá. Já, við tökum okkur stutt auglýsingahlé, komumst tilbaka með seinni leikinn í þessari fyrri viðuregninni um 3. sætið. Það eru Stjörnupopp og Kók sem færa þér Páskabíó. Sigurður Laudal heiti ég. Endilega rennið við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klikkað. Velkomin aftur, seinni viðureign Kvennó og Versló að fara að hefjast. Kvennó 2-0 yfir eftir fyrsta leikinn og Króli, Patrekur og Viktor að taka við. Patrekur að taka við Versló-liðinu núna, Viktor Ingi að taka við Kvennó-liðinu og þetta verður áhugavert. Já, ég er núna búinn að í þessu 40 sekúndna hlé mikið búinn að pæla í hvernig er þetta að spila þessu vegna þess að
þú veist að Patrikur að fara að sækja. Hann verður að sækja. Hann er 2 mörkum undir og nema alltaf að spila bara golden goal í framlengingu þá þarf hann að skora 3 mörk og það er líka bara spurning hvernig Viktor ætlar að spila. Ég myndi telja að það væri ekkert sérstaklega smart hjá honum að spila á varna sinna vegna þess að þá náttúrulega ertu bara að bjóða hættunni heim og ef að Kristinn og Patrikur eru svipaði leikmenn þá vilja þeir spila fyrir framan vörnina, bara fyrir framan teig andstæðinga. Þannig að ég myndi, ef ég væri Viktor, myndi ég bara halda mínum leik sko, en hérna stendur samt mjög skemmtileg staðreynd að Viktor sé búinn að tapa öllum leikjum nema einum. Þannig að það er spurning bara hvað gerist, hvort að Viktor þurfi að bara púlla einhvern stjörnuleik til að halda þessu á lífi eða hvað sko. Algjörlega og eiginlega raun magna þannig að Benedikt lítur að vera hetja þá, veist það, leikindir að vinnast. Við tókum eftir því að Vestló búið að skipta lið, þeir spila Frakka núna, hvernig áfram Englendingar. Það er spurning hverju vegna að þú ert með mann eins og Kanti sem er mjög lítill og þú ert, því að þeir eru að spila á 90 overall sem þýðir að... bara eitthvað svona þægindi Kantaliðið einhvern veginn þótt að það sé 90 overall, það bara... Já, en mögulega kannski það vegna þess að leikmenn eins og Moussa Dembélé og Paul Pogba eru með svona sína signature hreyfingar sem og Kanti, þannig að ef þú ert vanur að spila með hvernig þeir leikmenn hreyfa sig þá bara er það gott og sömulegis auðvitað Mbappé. Guð minn almáttugur, sá leikmaður er náttúrulega góður. En hérna, eins og ég var að segja, þá vil ég að spila fyrir framan vörnina og Viktor byrjar bara hreinlega ekki neitt vel ef ég á að vera hreinskilinn. Og ég má segja það vegna þess að hann veit það sjálfur. Þetta byrjar ekki alveg nógu vel, en sjáðu líka hvernig Patrikur er að stilla vörnin og við vitum að það er einhverju smá tæknilegir örðugleikar með hljóðið, það dettur inn hvað og hverju. En hérna kemur nú bara sóknin frá Kvernó. Heyrðu, og Kieran Trippier vissulega ekki... Nei, býtum við, Viktor er... Jú, frá Kvernó, Viktor, já. Viktor er að spila sem England og Patrikur sem, já. Orri, Heyrðu, býtu... Þetta er sko á ögurstundu þó það varðist, en sóknin er alls ekki búinn og hann er kominn á vinstrifurlöppina. Hvað gerir hann? Áhugaverð ákvörðun þarna að ætla að sprinta inn í mannin, en sóknin er ennþá ekki búinn. Patrikur er ekki búinn að ná boltanum fyrir, hann vill spila inn á miðju og eins og sér þá er Patrikur að verjast á fleiri mönnum að hann myndi búast við. En Viktor er bara komin í ákvörðunarlega stöðu og hann er bara að skora. Hann er eiginlega að klára þennan leik. Samt bara hérna út að benna, sko. Já, hann vil meina að hann sé hérna bara út að benna, en þetta var bara listilega vel spilað. Hann var þolinmóður, hann tók réttar ákvarðanir. Fallegt skotin það. Og tekur bara áhættuna á vinstri löppina á Raheem Sterling sem er ekki góð, en dugði. Heldur betur. En þá er spurningin hvað í ósköpunum Patrikur ætla að gera núna fyrir Vestló. Þeir eru bara ekki góður í stöðu. Vestló 0, Kvernó 3. En þessi leikur byrjar hratt og Viktor spilar greinilega ekki dropback þar sem að bakverðirnir eru snýrið þarna næstu inn í mannin. Báðir leikmenn vilja spila með Phillips en þetta er mjög flöt varnarlína, aðeins svo mikið bílandi milli sóknar á miðju, en vá, Patrikur hefði átt að gera betur þarna og klára þetta, en hann vildi taka auka fake shot þarna til að gefa bókstaflega Viktor í boltann. Mikið búinn að minna þess að sprinti hérna, sjáum þetta fyrst, það er allt galopið hérna. Viktor er bara komið mér óvart. Já, sókn náttúrulega er besta vörnin líka þegar við vitum að hitt liðið hangi frammi, skyndisóknin tilbaka. En þú sér samt að Viktor er bara, ætla sér bara að vinna það. Selur samt þarna leikmanni sinn svolítið sem býr til opnun, hlaupið kemur hérna undir. Vel lesið, mjög vel lesið. En já, sprintið, ef það var eitthvað sem maður lærði á því að byrja að horfa úrvalsdeildina í e-fótbolta, þá var það einmitt hversu lítið að sprinta í raun og veru. Þá ertu það er eftir eins og ef þú myndir stjórn á boltanum. Já, bara er eftir eins og ef þú myndir fara á full FM hraða með bolta, þá ertu bara ekki með hluta stjórnanum, eins og við séum þarna. Það er, þetta kannski var ekki besta dæmið um það, en þarna, til dæmis, hann tekur ákvörðun að fara frá boltamannunum til að sprinta vegna þess að hann hefur ekki stjórn á honum. Þannig að þú þarft að velja mjög vandlega í hvaða aðstöðum þú ætlar að taka ákvörðun að nota, en hann er tótaka, sko. Vestló þarf 3 mörk hérna Þetta er mark allan daginn, frábærlega gert hjá Patriki og þetta er bara orðið leikur aftur. Þetta er orðið leikur aftur, ekki það að þetta hafi einhvern veginn hætt að vera það, en þessi leikur er svakalega back and front, miklu meira en hinn. Já, hérna er þetta bara spurning um það hvaða sókna er sem dettur í raun og veru. Já, 100%.
Ef Vestló á næsta mark þá þetta galopið. Já, þetta orðið galopið. Ég meina þú sér bara þessar fyrstu 26 mínútur eru búin að fara þannig að Viktor í rauninni búin að eiga þessa einu sókn og Patrikur gæti hæfilega verið komið með svona 2-3 mark. En við bíðum og sjáum hvernig fer. Ákveður að snúa þetta inn, hætti samt við og Patrikur að ná að loka mjög vel á hann. Patrikur að spila verst í 4-4-2 í rauninni með sko narr og miðju sýnist mér. Hann ekki með kantmenn og leifir rauninni bakvarðin bara að sjá það. Hann reyndi timed header að það sýnist mér Viktor sem er helviti djarft sem að orðið komast. Ég mjög áhugavert að sjá eins og núna að Viktor kýs, þetta er algjörlega á Viktori, hann kýs að fara með bakverðinu út í eitthvað skógarhlaup og guð minn almáttugur, talandi skógarhlaup og blöndir þá var þetta bara 100% það því á markmanninum. Hann að setja leikinn inn í uppnám af Viktor, Paul Pogba, þetta væntanlega mark. Ef þú gerir mistök, þá verður þið refsað. Svo einfalt það. Þessi leikur ætlar að vera heldur betur þannig. Nei, ég meina, 3 mistök sem hann gerði. Hann hleypur með hægri bakvörðurinn í fáránlega stöðu þegar Patrikur í uppbyggingu. Hann reynir einhverja fancy sendingun á miðju þegar það verið að pressa markmanninn á honum og síðan gleymir hann manninum í miðjunni á milli miðju og varnar. Og hann fær boltan, snýr sér og skýtur. Þetta er svona einfaldur leikur. Þér verður refsað ef þú gerir ekki til því. Og við erum ekki komin inn í hálfleik og staðan er 3-2. Fenno voru að sigla helviti leiknan sjóðin á hann en það er bara hengur á bláþræði sem stendur og Vestló í sókn. Góð vörn eins og þarna. Spurning hvað hann ætlar að gera núna, hvort hann ætlar að sækja eða nei. Viktor stressaður. Hann ætlar ekki að segja. Viktor fyrst í annað markið því að Patrikur mun skora annað. Það liggur bara einhvern veginn í loftinu að það komi annað mark þar með við sóknina sem er búin að vera í gangi. Já, stuðutin á því að það var ekki hár að Patrikur sé að fara að skora annað mark. Nei, hann er farin í 4-2-4 eins og ég giskaði á. Patrikur að verjast í 4-2-4. Hann eiginlega að vanvirða Viktor. Hann að segja, gjörðu svo vel, þú mátt eiga miðjuna mína, ég hef engar áhyggjur af þér. Hann ætlar sér bara að skora. En mun það borga sig? Nei. Þarna mátti ekki miklu muna. En sjáðu hvað þetta gerir. Núna er Patrikur bókstaflega með 4 menn frammi sem að vissulega er ekki honum í hag eins og stendur. Og þá er flautað til hálfleiks. Staðan er 3-2. Í þessum leik 2-1. Já, 3 marka fyrri hálfleikur Vestló með 2 mörk, Kvennó með 1. Patrikur að koma mun sterkar inn fyrir Vestló heldur en Kristinn náði í fyrirleiknum. Já, og hann líka bara að spila djarfar. En á sama tíma þá sér maður líka að Viktor að gera talsveit meira mistök. Já, og hann líka bara að spila mjög áhugavert. Mér sýndist hann ekki spila á dropback. Hann að draga menn út úr vörninni á mjög skrýtnum tímum. Það gerir hann smá stress í honum. Hann ekki ákveðinn hvaðan hlaup hann vill taka. Hann skiptir á mönnum mjög skringilega. En þú veist, hann er fínn FIFA-spilari, það er enginn að segja það. Ég meina, hann náði að skora og allt það, en varnarleikurinn er alls ekki upp á nógu marga fiska. Svolítið svona tilviljunarkenndari heldur en kannski það sem við sáum hjá Benedikt. Hann er bara kaotískari. Þetta er stórskemmtilegur leikur eins og það er eitthvað svona sem maður vill líka fá, einhvern alvöru slag. Við séum það eins og það að leikurinn milli Kristins og Benedikts var náttúrulega bara, þeir voru báðir bara að reyna. Þetta var stál í stál. Já, ég reyna að spila það sama, voru bara báðir að lesa mig vel, báðir mjög góði varnarmenn, héldu sig bara á löppunum, voru ekkert mikið að slæta eða draga mann í vörninni og voru bara að reyna að dúlla sig fyrir fram að tegna eitthvað öðrum og það bara fjall Benedikts megin. En þetta ég veit ekkert hvernig þessi leikur fer. Ég meina, Viktor byrjaði að skora og síðan fekk hann bara 2 beint í andlitið og það var bara honum að kenna, ef ég á að vera fullkomur þessi skil. En þá er seinni hálfleikurinn að hefja. Spurning hvort það verði einhverjar breytingar eða eitthvað þannig? Nei, ekki mikið. Mögulega taktiklega séð. Já, voru það lengi, Já, ef ég á að giska þá væri það ábyggilega... Henderson Gómez þarna? Já, heyrðu. Ok,
Jordan Henderson er komin inn í vörnina sem ég persónulega skil ekki þar sem að Gómez hefur á hæðina. Mögulega var einhver þreyta komin í en þarna einmitt að gefa frá sér og hann að ok, vel lesið og léleg sending. Nákvæmlega, Lars hlaupið mögulega aðeins og seint þarna. Hvað ætlar hann að gera? Jú, hann sendir bara tilbaka, hann vill halda eins í boltan. Þetta bara mjög flott hjá hann. Ertu að... Nei. Skotið það eina sem að klikka í þessari sókni á Kvennó. Ótrúlega flott uppspil sem að endar á hörmulegu vinstrifóta skoti frá Phillips. Það er spurning hvað gera núna. Viktor er að pressa fremur hátt. Þeir vilja ekkert endilega vera með alla með fyrir aftan boltan og hann líka er að sjá hvað hann er að verjast þröngt. Báðir bakverðirnir hans eru mjög innanlega sem að býður upp á mjög mikið pláss á köntunum sem að Patrik vill samt ekki nýta sér því að hann bara er öruggur á að hann geti brotið miðjuna hans niður sem hann er að gera. Hann er komin í mjög ákjómslega stöðu og hann skorar. Og þetta þýðir að leikurinn er jafn. Ousmane Dembélé með sitt 3. marki í þessum leik og rimman er orðin jöfn. Og Vestló eru bara einfaldlega með yfirhöndina. Heldur betur, Patrikur. Orri að snúa þessu leik við og ef að leikurinn endar svona þá fyrir við golden goal. Ég held að þessi leikur endi ekki svona ef ég á að vera hreinskilinn. Nei, núna þarf Patrik, Viktor ætlaði að segja heldur betur að halda úti. Þetta er algjörlega staðan og eins og ég sagði áðan þá væri ég minna til að vera Viktor heldur en Patrikur vegna þess að Patrikur gat spila. Hérna er góð sending. Þetta var enda fínn bolti þarna, kom ekki alveg nú hratt inn í hlaupið en hérna getur Patrik svo tratt sem hann nýtir sér alls ekki. Mjög áhugaverðar tölur hversu mikið þeir halda bolta. Það er bara eiginlega hnífjafnt sem ég hefði ekki getað giska á. Já, 55-45 tilfinningi var einhvern veginn meira en sóknirnar hjá Viktori mun hægar í raun. Já, alveg 100% og bara minna effektívar, bæði ekki að skila sér mörkum og ekki að skila sér færum heldur. Þetta er svona ekki einu sinni hálffæri flestar uppsiglingar hjá Viktori. En það lið sem vinnur þennan leik er að öllum líkindum að fara áfram. En hérna er Viktor komin í allt í lagi stöðu, spurning hvað hann gerir, hann er mikið að senda tilbaka, hann er ekki að treysta sér, hann vill fara hægar í hlutina en Patrikur spilar með kaotískan leik, mjög tæpur á við rámstæður hérna. Og það er raunir bara þannig núna að ef að Kvennó vinnur þá fer Kvennó áfram, ef Vestló vinnur þá fer Vestló áfram. Ekki nógu gott þarna hjá Viktor, ég veit nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera, hann hélt að hann myndi draga mann út sem hann gerði ekki og Patrikur hélt sér og er bara komin í geggjaða stöðu hérna. Ekki brjóta Viktor minn, nei. Patrikur er bara að pakka þessum leik saman. Hann er einfaldlega miklu betri og það er áhugavert að sjá hvernig þessar síðustu 35 mínútur fara. Vestló hérna Ísó næsta mark, svo mikilvægt og það geti komið hér, nei kemst inn í þessa sendingu. Viktor að verjast. Núna aftur, Viktor að senda hann tilbaka svolítið. Hrifinn af því að byggja upp spilið á sendingu tilbaka. Missir hérna boltan en nær að hanga á honum. Ótrúlegt sko eftir þetta þriðja mark. Heyrðu! Phillips þarna í dauðafæri og mögulega var þessi blokking að bjarga marki. En Patrikur, ótrúlegt að sjá þá breytingu hjá honum að hann er að sækja færri mönnum eftir að hann skoraði þetta mark. Í staðinn fyrir að spila í 4-2-4 eins og hann var að gera, er hann bara að sækja 3 mönnum núna. Þið sjáu það núna að í uppbyggingunni þá færast leikmennirnir neðar en samt ekki eins og sé aftur farin í 4-2-4. Þetta er mjög áhugavert. Það er með ótrúlega fáa menn á miðjunni og ég skil eiginlega ekki af hverju Viktor er ekki að nýta sér það og svaraði í rauninni bara með því að spila alveg eins og sækja á jafn mörgum mönnum. Mögulega í 4-1-2 eða einhverju slíku og komast það í rauninni með mann í hóluna til að fara inn á milli þessar að tveggja varnarsinnu í miðjumanna. 4-2-1-2, þetta var alltaf mín uppstilling. En það ekki? Jú. Þetta var haxið svona í kringum FIFA 13. Já, með Theo Walcott og Aubameyang uppi. Þú varst einn af þeim? Já, ég var eitthvað að fá út af honum sko. Heyrðu, en hérna er, þetta er ástæðan fyrir erum með Nathan Phillips. Það er hæðin, hann einfaldlega er ekki í stöðunni en þetta skot var ótrúlega náttúrulega að vera mark. Nathan Phillips á boltanum. Viktor er að skora! Viktor er að koma þeim í alvörunni yfir.
gegn gangi leiksins. Gegn gangi leiksins og það bara 10 FIFA-mínútur eftir, kallinn minn. En núna verð ég að fá að spyrja, af hverju Patrekur, af hverju slaka hann á eftir 3. markið? Það mjög spennandi núna að fylgjast með því að hann náttúrulega verður núna alveg óður í það að bæta við marki. En hvað gerir Viktor? Ætlar hann að leggja tilbaka? Nei, Viktor gefur boltan frá sér. Hann gefur boltan frá sér og gefur mark. Viktor gaf mark. Er ekki lengi að gera svona... 2 FIFA-mínútum seinna erum við komið með jafnarleik aftur. Og af hverju var Patrekur ekki að spila svona? Ég verð að fá að varpa þeirri spurningu fram. Og við erum aftur að fara í golden goal. En hvað gerir hann líka þá bara núna? Því að er það ekki bara annað mark sem liggur í loftinu? Já, ef að Patrekur spila svona, vegna þess að hann er ná að pressa á hann, Viktor er stressaður. Þetta, ég var nú ekki að búast við neinu í þessum líkindum þegar til hálfleiks var flautað. Viktor með eina verstu sendingu sem ég hef séð bara síðan svona 87 cirka. 5 FIFA-mínútur eftir þá við komumst að því hvort liðið það er sem að fer áfram í úrslitin og Vestló er með sóknina Heyrðu, blokkaringin virkar betur fyrir Vestló þarna og þetta er bara mark og hann er bara að klára leikinn. Hann er að klára leikinn hérna. Af hverju spila hann ekki svona? Patrekur Orri líklegast að tryggja Vestló áfram í úrslitakeppnina núna. Getur Viktor Ingi svarað? Það eru 2 FIFA-mínútur eftir. Nei, Viktor Hentum mönnum fram. Þetta er... Þú er enga að tapa. Það er of mikið panik í gangi þarna. Patrekur er að svara of vel og ég veistu hvað, það gefur mér ekkert á óvart ef Patrekur getur sett annað inn að leik. En Viktor barðist þessum ljón og hann hefur tapað öllum leikjunum nema einum en það var ekki að sjá á honum. Jú, Patrekur er alltaf bara eða tímanum hérna eða hvað? Þetta er ekki bara upp í horn. Nær mögulega að stilla upp eina sókn en það að gera það ansi hratt. Leikurinn er búinn og Vestló eru komnir áfram gegn Kvennó eftir 0-2 tap í fyrsta leik. Þá ganga þeir héðan út með 5-2 sigur. Þetta er í raun og veru ótrúlegt. Ég meina þetta spennan gerist ekki magnaðari og betri en þetta. Viktor barðist vel, ég meina hann var í stöðu til þess að komast áfram og Patrekur svarar einfaldlega með 2 mörkum á 4 FIFA-mínútum á 82. og 87. og af hverju var hann ekki að spila svona allan tíma? Hann var að pressa ótrúlega vel á hann var hann á boltanum á honum í ótrúlega mikilvægum stöðum en þegar hann kemst í stöðuna 3-3, þar að segja í heildarheimunni, þá ákveður hann að bakka. Mér finnst það ótrúlega skrítið en hann komst áfram og verðskuldað, ég meina hann var bara að spila einfaldlega betur en hann. Ég var mjög forvitinn að sjá statíkinu á bakvið þetta. Ég held að hann nátt svona, ef ekki 10 skot á markið, Patrekur, gegn mögulega 3 viltis. Já, og hlutfallslega var mikið inni. Ég held að öll skotin hafi farið inn hreinlega sem að Kvennó átt á markið nema 1. Já, 100% og Patrekur var líka bara með svör við flestum hans sóknum og var hann að verjast mjög vel. Hann var bara yfirvegaður. Viktor var mikið að draga út menn á mjög skrítnum tímum. Hann var mikið að svitsa mennum á skrítnum tíma þannig að vörnin hans riggaði svolítið skringilega upp. Og Patrekur spilaði bara í 4-2-4 eiginlega allan tíman nema eftir 3. markið. Þannig að það bara, þessi menn áttu góðan leik. Þeir voru báðir bara að reyna sitt besta og Patrekur spilaði bara betur. Já. Ef að kíkja á stöðuna eins, bara í mótinu eins og það er og við fáum hana hérna upp. Tækniskólinn er með 22 stig í fyrsta sæti, MH og Flensborg þar á eftir, MA, Vestló og Kvennó. En MH og Flensborg eru ekki með lið í öllum leikjum. Nei. MA ætla ég að segja, ekki MH. Og það gerir það verkum að þau detta út. Þannig að liðin sem fara áfram í úrslitin eru þá Tækniskólinn, MH, Vestló og Kvennó. Já. Hlýtur að vera með þessu 4 hann aðeins. Já, en bara 100% sko. Þetta er bara allt flottir skólar. Nei, fyrir ekki, MK eru náttúrulega með 10 stig að öllum líkindum með að vinna leikinu eftir. Þannig að það eru raun og stóra sem er undir. Það er allt opið. Það er allt opið. Það eru 8 stig fyrir annarsæti, 10 stig fyrir fyrsta sæti, þannig að MK er að fara í 17 eða 15 stig.
og eru þarlend að tylla sér í 3. sætið nánast sama hvernig fer. Þannig að þetta verða þessi 4 skólar. Já, í rauninni saman hvernig fer, sem náttúrulega er bara flott og gaman. Þannig að þú veist, þessi leikur sem við vorum að horfa á núna var vissulega upp á 3. sætið, en hann skipti mjög miklu máli upp á að komast inn á þetta. Núna erum við bara að fara að horfa á hreinu úrslitaleik í FIFA. Já. Það sem að Menntaskóli Kópavogi mætir Menntaskólanum á Egilsstöðum. Sem er ótrúlega gaman. 2 mjög skemmtilegir skólar, það er langt þarna á milli og fleira. Gæti eiginlega ekki verið lengra á milli? Nei, það er bara mjög rétt nema að þú sett bara farin út fyrir landsteinana sko. En þar er náttúrulega við með fyrsta rimman Dagur Ari Einarsson fyrir MK gegn Valdimar Brimar Hilmarsen. Hvað er þið? Þú mátt taka við hann. Valdimar Brimir Hilmarsson. Takk hérlega fyrir. Þetta er gott. Valdimar pælir ekkert í vörninni, en þetta er sóknin besta vörnin. Já. Ég kann að meta þetta. Já, veistu En ég náði heldur aldrei langt í fótbolta. Nei, já, nákvæmlega, mögulega eitthvað tengt því. Nei, en ég held að mögulega er það að fara að segja eitthvað til hvernig þessi leikur verið spilaður, sem náttúrulega verður mjög skemmtilegt og verður mjög gaman að sjá bara all out attack all the way through, en ég held að það sé nú ekki að fara að gerast. Mögulega spilaði hann kannski aggressíft eins og við sáum Patrik gera áðan í seinni leiknum, þar sem hann spilaði 4-5-4, sótti og varðist þannig. En ég býst bara við hörku leik. Ég meina, ef þetta var 3. sætisleikurinn, vá hvað ég er spenntur fyrir 1. sætinu. 100%, og þvílíkt bara þessi leikur leiti einhvern veginn út fyrir að vera ekkert sérstaklega spennandi, svo fyrir seinni leikurinn á stað og hvernig þú kemst í 3-0. Ég meina, þetta náttúrulega var alvöru comeback. Ég meina, bara, og hann líka skorar 2 mörk og tryggir sér þarna áfram. Hann var undir á 80. og 1. mínútu, skorar mark á 82. og 87. Ég meina, þetta er bara, leikinni gerast ekki meira spennandi. Svo náttúrulega er búið að vera til hliðar núna samfélagsmiðlakeppni. Já. Mér skilst að við séum með eitt frá þínum heima á skóla. Nei, Þetta er hann Jón Garðar. Tjekkum þessu. Þetta er reynda geggja. Gera heimanámið heima, það er alltaf einhver læti. Þarna erum við, þetta ekki Núk. Þetta er væntanlega CSGO. Þetta er CSGO. Já. Þarna er verið að læra á rampnum í Núk, sem er frábært. Já, ég hef... Þetta er semst, ef þú ferð niður til vinstri, áttu komin í Kjarnókuverið, mástu? Algjörlega. Þetta er ekki í Flensborg? Jú, þetta er þar, einmitt. Jú, þetta er þar, nákvæmlega, og ég hef sittið þar löngum stundum og Er grafísk hönnun kennd í Flensborg? Nei, það var fjölmiðlabraut einu sinni. Hún hætti held í 2 árum og ég fór í skólann sem var 2015. Sem hefur verið skellur fyrir þig? Já, þá var mikið bara verið að kenna svona sko. Það var ekki, þetta var það og svona mikið markaðsfræði verið að kenna og gói sportrönd, Ingólfur Gretarsson sem heldur uppi mjög vinsælu podcasti. Fjölmiðlamaður. Já, fjölmiðlamaður með meiri og hann fór á fjölmiðlabrautinni í Flensborg. Og þaðan endaði hann á að covera Eurovision alltaf fyrir Vísi. Já, einmitt sko. Og það er bara að vera felskrafan, hún er bara til í Flensborg. Ég ekki að ég sé búast í því að Erla skólastjóri sé að horfa á þetta, en mögulega. Þannig að ég challenge hana að skora hana að taka upp fjölmiðlabrautina aftur, þar sem hún er að ala af sér fjölmiðlafólk. Heldur betur, ég minna mættur hérna. Já, ég er þetta fórhaldur af fjölmiðlabrautina, Ingo Gretars og fleira sko. 100% bara, þetta kemur úr Flensborg. Já, ég minna, allt gott kemur úr Hafnarfirði. Er það málið? Já, allan á leið hjá. Á leið hjá. Já, við getum tekið þannig. Ef við fara að snúka aðeins af MK og móti Menntaskólanum á Egilsstöðum, Menntaskóli Kópavogi og Menntaskólanum á Egilsstöðum. Sko, keppandi 1 og saraðan hjá báðum liðum Dagur Ari Elmarsson og Valdimar Brimir Hilmarsson. Og keppandi 2 verða svo Nökkvi Páll Gretarsson og Arnar Þórisson. Og sko, við erum með hérna smá kvót frá nokkru þeirra og eins og Nökkvi segir sem að spila seinni leikinn fyrir MK, það lélugur að markmaðurinn minn verið maður leiksins. Já, það er mjög áhugavert sko, en ef við pælum að... Ég held að þetta sé hösl sko. Er það málið? Já, 100% ekki komin í úrslitin og það er svo lélugur. En ég meina, við samt vorum að horfa áðan á mann sem hafði tapað öllum leikinu með 1. Já, en skoraði samt sem áður 2 mörk sko, á móti mjög sterkum mótherja í 3. sætisleiknum, þannig að aftur má spyrja sig hversu mikið kjaftaði það var. Já, vissulega. En þetta er góður bandur vegna þess að það er mjög erfitt að markmenn verði valnir menn leiksins í... Ég er oftast bara að kenna markmenninu mínum að ég hafi tapað. Já, ég held að flesti gerir það sko. Já, mjög algengt. Mjög gott að finna góðan blóraböggul. Sko, ég er ánægður með Arnar Þórisson hérna, hann er bara heiðarlegur. Elskar að hlusta á Chris Brown og að bridsa í FIFA, en með 1932 win.
En Vince í Fortnite. Í Fortnite? Það vantaði Fortnite í þinnu að mér. Akkur eru hann ekki Fortnite liðinu það? Líklega stúdíu ekki Fortnite liðin? Já, því að þeir eru bara þrjár greinar sem hættir að keppi. Ég held ég 1 sólóvinn í Fortnite. Jaha? Já, þannig að þetta er 1931 fleiri Vince í Fortnite heldur en ég á. Þar held ég að við séum jafnir. Já, þannig að við 2 erum... Á milli okkar erum með 2 wins. Já, og hann er með 1930 fleiri wins. Ég er of gamall að vera góður í Fortnite. Er það? Já. Já, ok. Ef þú ert komin yfir 20 þá áttu bara ekki séns. Já, ok, geggjað. Þá allan sú afsökun á við mig. Já, það er bara þannig, sko. Já, nei, en ég góð spurning samt, af hverju var ekki hægt að henda í Fortnite? Það er bara vonlaus keppnisleikur, það er vandamálið. Þetta virkar ekki alveg. Þetta er ekkert flókið með það. Svo líka allir í Warzone núna, hann ætti eiginlega frekar að vera hérna. Já, það er þetta góður punktur. Ég er ekki góður í neinum skotleikjum. Ég get keppt við einhvern í FIFA og svona mögulega pakka þeim saman. En þú fórst með okkur í Among Us daginn í Game 2, þannig að þú ert alveg geðsjúkur leikari. Ég er búinn að komast að því. Æðislegt, takk fyrir það. Gott að heyra. Nei, en mögulega var það, það er náttúrulega, ég spila mjög mikið af Varúlf og... Þetta er svo gaman, sko. Já, spilið sem heitir Avalon líka, ógeðslega skemmtilegt með vinahópnum mínum og það er þannig að Among Us í fyrsta, öðru og þriðja samkomubanni var eiginlega bara himnasending fyrir vinahópinn okkar sem gat ekki hist lengur og við spiluðum það mjög mikið. Það er nefnilega málið í þessu öllu saman. Maður hélt kontakt við alla vini sína, heldur alveg kontakt við alla vini sína og þú veist, það er alveg búið að flagga núna og þú ert velkomin með hérna eftir þetta sko, en það er hópur í kringum þetta meðal sem hittist og spilaði Among Us bara í hádeginu á meðan það verið að borða bara? Nei, bara meðan allir heima, já. Það er bara, þú veist, fólk er bara í vinnum og upptekið og... Ef ég verið að vaknaði fyrir hádegi þar að segja? Það er í hádegi allavega hjá vellu fólki, sko. Já, ok, það er gott að heyra. Þegar ég vaknaði fyrir, nei, tökur. En núna hlýtur að fara að styttast í úrslitaleikinn og svona fyrirfram, ég myndi bara segja þig, menntaskóli á Egilsstöðum eða menntaskóli í Kópavogi, þú veist ekkert leikmennina, en bara hvor skólinn ætti að vera sterkari í FIFA? MK var náttúrulega Blikar. Já, vissulega og MI er náttúrulega bara höttur huginn, sko. Já, Blikar er með svolítið stóran iðkvæmtahóp, sko. Já, en ég satt, núna þorði ekki alveg að fara með það. Eru Breiðablik með rafíþróttadeild? Nei, ekki ennþá. Nei. Það er enginn í Kópavogi, það er bara Ármann sem er næst. Já, sem náttúrulega er ekki nógu gott, sko, þannig að það mögulega getur það eitthvað spilað inn í. Já. En veistu hvort að einhverjir af þessum séu í landsliðinu fyrir FIFA? Nei. Nei. Þannig að þetta verður bara heldur fínn leikur og vonandi ná þeir langt þessir einstaklingar sem... Ég held að enginn af þeim heldur í úrvalsdeildinni. Í alvöru? Já. Vá, þannig að... Það er rosalega erfitt að komast þangað. Já, en ég minna að leikið samt haldið áfram að skáta núna. Ég held að það sé mjög fínt að... 100%. Að spotta eitthvað. En ég veit það ekki. Ég væri nú eiginlega bara að kasta fram bara getgátum, sko, og er rauninni byggt bara á sandi og einhverju öðru, sko. Þannig að ég þori ekki alveg að fara með hvor skólinn ég held að sé betri í FIFA bara á nafninu. En Nikkin og bæði Handúls sjá ég Degi og Nökkva sem er í MK byrja á HCS sem er væntanlega lið. Já, nákvæmlega. Og þannig að ég held að mögulega getur þá spilað henni þegar að spila lengi saman, þekkja hvort annan. Herri, ef við kíkja aðeins á fleiri samfélagsmiðla, leiki, hérna erum við með Kálhaus. Með heiðalegt Twitter hashtag. Já, það er það. Og hann, fyrir hvað skóla er hann? MH held ég. Hann er að sinna heima núna, hann er í starffræði. Já. Getur þú sagt mér hvaða starffræði þetta er? Nei, ég bara sé það ekki einu sinni. Nei, mér sýnist þetta að vera... Nei, ég þori ekki eins að fara með það. Ég var stúdent í starffræði sko, fyrsta árið mitt í menntaskóla og ég mun aldrei fara aftur í starffræði, þannig ég bara er á bíl, takk samt. Það var verið að staðfesta við mig en útsendingastátt, þetta er starffræði. Já, ok, það er gott að heyra. Þannig við allan hljómum eins og aðeins minni hálfvitar en við höfum... Nei, ég nægir sem sjá það en á þessu skjá, sko. Er þetta ekki bara... Mér sýnist að vera, nei, ég þori ekki að fara með það. Ég ætla ekki... Það spyrir ykkur eitthvað meira, það er gaman að skoða þetta og endilega halda áfram að hashtagga Frís21, það er það sem er gaman að þessu og já, bara verður það. Mér langar að spyrja einu. Já. Hvaða lið finnst þér skemmtilega að spila í FIFA? Sko, ég náttúrulega United maður og núna fyrst er bæði mjög gaman að fylgjast með United og spila með þeim þar sem þeir eru svona aðstanda sig alltaf lagi, það er smá meðbyr með þeim og maður náttúrulega þegar maður er að spila kick-off
með félögum sínum að vera Augljóslega fer maður í það. Já, í live fixtures og þá náttúrulega geta ratings hjá fólki breyst með hvernig þeir eru að standa sig í alvörunni. En mér finnst persónulega bara mjög gaman að spila bara random landslið. Já. Að randomæsa landslið svona það sem ég og vinur... Random 3 yfir 80? Nei, ekki yfir 80, bara random 3 og síðan mættu velja, sko. Þannig að gætir alveg endla með bara... Já, þið veljið hvað þessum þremur? Já, úr þessum þremur, sko. Nú gæti fengið bara Indland, Slóvenía og... Það var alltaf þannig að mér, sko, að það var bannað að fara tilbaka. Þannig að segjum ég væri með, sko, 80 rated lið en ég vildi fá 85+ rated lið. Þá þurfti ég alltaf að taka sjensinn og svo endaði maður kannski bara á einhverju... Maður er alveg spilað það líka, sko. Þetta er fínt, þetta er enda svona... aðeins mér bræðrakærleikur einhvern veginn í þessum, sko. Annars finnst mér alltaf líka bara mjög gaman að vera að spila á móti einhverjum sem ég veit að er verri en ég að spila áfram í Ísland, sko. Þeir eru ekki góðir í FIFA en það er ekkert gaman að spila með þeim. Það er ekkert skemmtilega heldur en að bugga einhvern. Ég gerði mjög mikið að taka Cardiff á sínum tíma þegar þeir voru í fyrstu deildinni og spila á móti helst, sko. Ég sem Arsenal-maður helst á móti Tottenham-vinum mínum sem Tottenham. Nákvæmlega. Það var svona... Og skeina þeim bara. Sko það sem er bestið að gera er að ef þú tapar þetta með svo legit afsökun, sko. Og ef þú vinnur þetta með svo geggja bandir. Það verður eiginlega að vera að skrifa undir samningur bara á sáttmáli fyrir leika að það megi ekki, ef að tapaður leikur er tapaður sem verðarlið, að það megi ekki nýta sér það sem afsökun, sko. Nei, ég meina, þú veist, og ég myndi bara ekki taka þannig leik bara ef þú myndi bjóða mér leik núna, það verður eitthvað litlið, ég myndi bara nei. Ok, mér finnst, fólk gerir það oft, sko, en ég skil alveg svona upp á leiðindin og niðurlæginguna, en samt öllum sleppt þá er ég alveg mjög gaman að spila sem Crystal Palace. Þeir eru með mjög simplega framvinnu. Já, Ebre Eze. Svo við alltaf verið með swag fyrir því að spila Dortmund í FIFA. Já, 100%. Þeir voru ekki sérstaklega góðir fyrir 3 árum þegar bæði Götze og en í raun og verið þalið, þú veist, Royce Götze og þá var ógeðslega gaman að spila. Nú er það náttúrulega bara aftur geggjaðir með Giovanni Reina, Sancho, Haaland, Witsel, þú veist, þetta er bara... En svo náttúrulega eftir að Ultimate kom þá er það eiginlega eina sem að spila. Já, en samt ekki, sko. Karriérmótir svona aðeins að sækja sér veðrir. Ég er að spila ógeðslega mikið að Football Manager, þannig að ég hætti bara karriérmóti því að það er bara drasl með Football Manager. Og það vantar góða Football Manager stemningu á Íslandi, sko. Ég er í hóp sem heitir Football Manager. Hún er miklu stærri en maður heldur. Ég veit það er mjög stór grúppa. Ég opna Steam hjá mér og það er alltaf 10 manns í Football Manager. Nákvæmlega. FM er geggjaður leikur og ég segja að það verði stórt mót á næstunni. Ég er til að taka allavega þátt í ef einhver ætlar að hendi það. Ég átti svakalegt moment í nýja FIFA. Bara, hann var nýkomin út og við vorum eitthvað að sína hann á Game TV og ég ákveði að prófa Ultimate Team og bara svona aukastrím eitthvað. Unpakka Mbappe í þriðja pakkanum sem ég opnaði í leiknum. Það er helviti, þú getur... On stream í þokkabótt. Þú getur selt hann fyrir alvöru penning. Já, það sem við gerðum semst, já, ég geti það, en við seldum hann og ég fekk eitthvað stjarnfræðilega uppað í FIFA. Og svo mætir leikmaður Víkings í úrvalsdeildinni í tjattið og smíðar lið fyrir mig úr peningnum sem ég fekk fyrir hann, sko. Þannig að bara á degi 2 hjá mér í FIFA var ég komið með betra lið en flestir enda með eftir season. Þannig er sko... Þannig er bara leikurinn búinn. Það sem er svo skemmtilegt við Ultimate Team er að, þú veist, grænda og safna, sko. Og svo dettur maður á smá neyslufyllir og opnar 5 pakka og fær ekki neitt. Ég er enda, sko, gleðin fyrir mig núna í Ultimate Team er að bara eyða ekki neinu og grænda, sko. Já, og kaupa bara dýra gaurinn sem ég actually langar í. Já, og þú veist, bara, þú veist, vinna, þú veist, bara play the game dæmið, sko. Að bara vera út frá því. En þú veist, ég veit ekki, ég er mjög spenntur núna í samkomin að fara að hóða einhverja vini og fara bara í pro-clubs og vesen, sko. Já, ég þarf að detta meira inn í það, sko. En hvenær spilaðu síðast PES, svona út frá pælingu? Herru, heiðarlega, þá spilaði ég PES á Laugardalsvelli núna í fyrra. Það er verið að spila þar? Bara. Já, þá var landsliðsverkefni á vegum UEFA. Nei, FIFA. Nei, UEFA. UEFA er PES. Og þetta var sem sagt undankeppni í Evrópumótinu og þá var íslenska landsliðið að fara að spila á móti einhverjum liðum og þá prófaði ég PES aðeins. Og ég átti með þess að bara erfitt með að lýsa honum bara út af því að þú veist hreyfingarnar voru öðruvísi og eitthvað svona og bara engine sem er verið að renna á er bara ekki jafn smooth og þetta er bara ekki jafn skemmtilegt, sko. Nei, bara mjög samanlega. Ég spilaði PES 8 eða eitthvað. Já, því að það er ekkert mörg ár sem það var bara 50-50 leikur í FIFA PES, sko. 100%. Og ef þú varst að spila PES þá varstu aumingi fyrir FIFA-leiðinu og öfugt, sko. Já, 100%. Það var actually rígur en það var þetta bara ekki comparable eftir að
eftir rauninni, sko, previous gen, sko, PS3 og Pro. Og því ég spilaði, sko, ég man eftir árinu þegar ég átti, sko, 3 fótboltaleiki. Ég átti TIF. Man ekki til hún. Nei, This is Football, þar sem að ef þú hittir á L2 þá gafstu annarkvort ef þú varst með boltan dýftir og ef þú varst ekki með boltan þá gafstu svona karate sparkað menn bara. Eins og maður gerir. Já, og þú gafst brotið á sko markmanni. TIF einu leikurinn þar sem þú gafst skuli farið bara og skriðtakla markmann sem Mér myndi fara, sko, bara þú voru að tala um þetta fyrir að rifja upp hérna bara mómentið þegar ég bara svona 10-11 ára og maður hérna það var einn FIFA-leikurinn sem að þú bara fórst rétt fram með miðjuna og skaust og skoraður alltaf. Það var bara einn svona blettur. Ef þú varst bara Bergkamp eða eitthvað þannig, þá gæstu bara alltaf skorað. Þú veist, þetta er bara 99 eða eitthvað, sko. Já, þannig að það Ég er 9 ára eða eitthvað. Það er árið sem ég fæddist, sko. Ég spilaði ekki þann FIFA-leika. Árið 10 árum eldri þú eru búin að stablisa það, sko. Nákvæmlega. En við báðum kunnum ekki Fortnite, þannig að við erum líka búin að stablisa. 100% þú bara mistar það fyrir lest. Já. Nei, ég reyndi að gera það ekki. Ég reyndi mjög mikið. En vá hvað ég var lélegur. Og ég held líka að það sé bara tengt við það að ég spila bara ekki skotleiki. Ég spila NBA, ég spila FIFA. Nei, þetta er svona kynslóðin sem er ógeðslega góð að spila skotleiki á konsól, sko. Já, ég ætlum að missi algjörlega því, sko. Bróðir minn er svona með sveittari nördur sem ég þekki, sko. En á sama tíma er hann líka afreksmaður í handbolta. Þannig að Ég hætti að fer hönd í hönd. Á mínum afreksferli þá spilaði ég mest töluleiki. Það var bara til þess að bara halda hausnum á mig góð. Já, sko, 100%. Hann var ótrúlega góður í Fortnite og síðan hoppaði núna yfir í Warzone, að spila ótrúlega mikið Warzone. Heyrðu! Við erum mættir! Vá hvað við vorum góðir í að eyða tíma, við vorum næstu jafn góðir og liðin sem verður 1-0 yfir hérna eftir 85 mínútur í að eyða síðustu 5. En þetta er MK á móti ME. Dagur Ari gegn staðfest að MK sé að spila París og ME sé að spila Chelsea. Heldur betur. Það er málið. Chelsea er á austan og PSG í Kópavoginum. Það sem er áhugavert við þetta er það að við erum að horfa á aðra kameru. Mér sýnist... Já, við erum hátt uppi núna. Já, ég sko... En það er málið með FIFA, það er ekki spectator mode, þannig að við erum raunverulega að horfa á eins og leikmaðurinn spilar. Ég veit það. Það væri ótrúlega gaman að hafa spectator mode. Það hlýtur að fara að koma. Já. Trúi ekki öðru. En þetta er úrslitaleikurinn í FIFA móti Frís. Menntaskólinn í Kópavogi á móti Menntaskólinn á Egilsstöðum MK í Króli. Já, og Dagur eins og má sjá fyrir ofan hausinn á köttunum er að sækja bara helviti grindina. Hann er bara kominn inn í teig, hann er bara að dansa. Hann er bókstaflega að dansa en geðveik vörn þarna hjá Valdimar sem er að spila sem Chelsea. Mjög áherslu hjá honum að eins og áður hefur komið fram þá eru þeir að spila á 90 overall þar sem að allir leikmenn eru 90 overall rated. Hann spila með Ben Chilwell á miðjunni og er þetta Musonda á kantinu? Mér finnst það mjög skemmtilegt. Maður sem kemst bara ekki í hóp og er búinn að vera á láni hjá Vitesse í mörg ár. En Callum Hudson-Odoi er að komast hérna í gegn og næstu að skora. Tammy Abraham með sína 2 metra og með því inn í teig. Það verður erfitt að kljást fyrir það. Ég held að Valdimar vilja ekki gefa frá sér ómörg horn í leiknum. Það er spurning hvernig liðin ætla að approacha þetta. Dagur er að sækja á fáum mönnum á meðan Valdimar er að sækja á mörgum. Þetta er í rauninni, sko, Dagur er að verjast á 4-2-4. Það er spurning hvort hann ætla að spila drop-back. Sjáðu hvað Valdimar er að verjast þröngt. Báðir bakverðirnir hans eru innar en, sko, miðjumennirnir og þarna mátti heldur muna. Og sko, það er eitt sem ég get sagt þér, Króli, þessi lið mættust í riðlinum. Markatalan 9-3 fyrir MK. Já, þannig að Kópavogs giskið mitt var rauninni rétt svona með við það. Já, en við ætlum ekki að afskrifa... Nei. Sko, þegar Höttur er komin í úrslitakeppnina, þá er þeir ekki að fara að gefast upp, sko. Nei, og ég hef enga trú á því að það sé að fara að gerast. En það er spurning á hvernig er vinnur þessu núna. Callum Hudson-Odoi aftur með boltan. Þetta er þetta hefði getað endað illa og á einhverjum vefsíðum ef þetta hefði orðið að færi eða hvað það marki.
en ótrúlega ákvörðurinn að spila með Charlie Musonda í byrjunliði Chelsea. Franski vallaþulurinn ánægður með það. Peppa lifir hérna áfram en það úrslitaleikur. Þetta er frábær sending! Þetta var stöngin út! Já, Callum Hudson-Odoi nær ekki að klára þetta. Þetta var klassíska R1 kassi sendingin þarna sem er mjög föst svona sveigjanleg sending fram fyrir vörnina. Varnarmenn PSG alls ekki vakandi. En það er ótrúlegt hvað hann er að verjast hreint. Hann greinilega veit að Valdimar vill sækja inn á Það er fróðlegt að vita hverjir mættust í þeirri viðreign. Já. Hvort það var einmitt, hvort að Dagur og Valdimar að væntast aftur eða hvort það er búið að snúa þig við. Nákvæmlega. Bara við bíðum og sjáum allavega svona hvernig þessi leikur fer. Valdimar er að vinna boltan aftur. Menntaskólinn Egilsstöðum í sókn. Vörnin þétt hérna línan, hún stendur hjá MK en þannig er opnur niður hægri kantinn og þetta er góður skall hérna fyrir hann er ekki að stoppa hann en boltinn fellur aftur. Þetta er ekki búið. Valdimar er hann á hennan leik til að byrja með. Það er bara, Dagur hefur ekki komist yfir miðunum í svona 2 skipt og þetta er bara mark. Það sem ég sagði, þú vilt ekki fá að þig hot þegar Tammy Abraham er frammi. Þetta er svo einfalt. Hann verður að verjast þessu betur. Þetta er bara ekki nógu gott, þú verður að setja stærri mann á hana, þú verður... Guð minn almáttur, hann stendur að þetta er svo þvara Neymar beint fyrir fram á Tammy Abraham. Ég vildi ekki að það var Neymar að dekka stóran kallamann. Nei, því miður, ég bara verði að segja, það er ekki alveg nógu gott. Menntaskólinn á Egilsstöðum 1, Menntaskólinn í Kópavogi 0 í þessum úrslitaleik FIFA hluta frís mótsins. Hvernig svarar Dagur þessu? Ég er mjög forvitinn, hann er að sækja á mjög fáum mönnum, hann er að verjast ótrúlega þröngt þar sem hann greinilega veit hvernig Valdimar spilar. Þeir náttúrulega hafa mæst þessi 2 lið áður, kannski ekki endilega þessi 2 en þó þessi lið. MK hérna í sókninni, ekki að finna opnun eins og Ekróli. Nei, þeir reyna mikið og Valdimar á bara góðum vörnum við Dag. Hann bara hefur svona frá í rauninni 7. mínútu ekki bara átt færi. Hann byrjaði bratt. Ég sjáðu hérna possession stats 64% hjá MK, 36% hjá Menntaskólanum Egilsstöðum. Menntaskólanum Egilsstöðum samt sem að yfir. Já, en þetta finnst mér mjög áhugavert vegna þess að hann bara hefur verið að dóminera leikinn eiginlega frá byrjun af Valdimar og greinilega er bara með sko, boltan þriðjung það sem af er leiks sem að er svona ekki tilfinningin sem hann hafði fyrir þessu. En hér er Dagur mættur. Valdimar er greinilega byrjar að slaka á eftir þetta eina mark. Mögulega mun það bíta hana í rassinn en nei, hann verst hér vel og er eitthvað að dúlla sér þarna við... En eins og áður sagði síðasta viðureign þessara liða 12 marka súpa. Já, en... Við myndum ekkert hata það hérna. Já, en... Kannski ekki 9-3 en það verður gaman að fá 6-6 eða eitthvað. Já, en það er nú ekki að standa undir nafni eins og er. Þetta eru bæði svona frekar varkár lið. Valdimar byrjaði töluvert grimmari og betri og er núna bara að slaka og er að hleypa dein í leikinn. Spurning hvort að það sé að fara að hrjá hann eitthvað, en... Neymar þetta komið... Hann ætlaði að reyna að skota hann undan að velli. Spurning hvort að það hefði verið gáðulegust í stöðunni. Enginn mættur á næstöng. Já, veistu, maður er ekki vann með þetta markið. Já, kom úr horni. Já, vissulega. En hérna er MK að leika listinnar fyrir framann. Dagur er að reyna að finna opnun á Valdimar. Dagur er búinn að vinna sig vel í leikinn. Báðir er að verjast ótrúlega þröngt og þannig er Danilo Pereira að smeða sig fram hjá mönnum og Neymar er með boltan, dansar. En ótrúlega góð vörn hjá Valdimar sem að reynir að segja hratt hérna mögulega í síðustu sókn leiksins þar sem að það er ekki mikill uppbótartími. Síðan svo fyrri hálfleiks. Já, fyrri hálfleiks vissulega rétt hjá þér en þetta er ástæða. Þú myndir alltaf vilja skila liðinu af þér eða leiknum af þér allavega jöfnum til liðsfélags. Já. Og eins og ég myndist á áðan, ef við viljum fara þessi í fyrirleikin þá ákvað hann Benedikt að taka frekar skæri með Sterling í síðasta leiknum og skilja leikinn eftir í 2-0 og ekki 3-0 fyrir Viktor. Þannig að þú veist að þú vilt frekar skora heldur en að sóa tíma. Algjörlega. Hérna sjáum við Tammy Abraham, mannin sem að skoraði úr
Úr horni. Já. Frekar auðljóst, frekar auðvelt. Mennskóla Egilsstöðum yfir 1-0. Mjög auðvelt að skora með manni sem eru 2 metrar á nærstönginu og það standa bara allir við hann, sko. Þú verður nú að svara svo eitthvað betur. En ég er mjög forvitin að vita samt hvernig taktík þeir munu beita núna, þar sem að þessi leikur er búinn að vera svona frekar geldur síðan að markið kom. Hann Valdimar bara bakkaði í rauninni eftir markið, hann var ótrúlega brattur, hann bara Callum Hudson-Odoi eftir 2 dauðafæri, gæti verið léttilega 2-3-0 yfir, en Dagur náði að vinna sig frekar auðveldlega eftir markið aftur inn í leikin. Valdimar virðist ekki að gera neina breytingar á sínu liði, hvorki taktískar né, sjáum hann að spila 4-2-2. Já, eða sko 4-2-2-2. Já, 2-2-2. Hann er rauninni með sko Musonda og Pulisic sem sko... Það er svona 4-4-2 svo sem en... Já, munurinn þarna er að þeir eru 2 sko fremri miðjumenn. Þannig að þeir eru rauninni að spila sem Ram og Lam sem er... Kann að meta hvernig þú ætlar að hafa þetta á íslensku hérna, þegar við erum öll að tala með Lam og Ram og Kam og Chef og dóti þessu. Já, en þeir eru í rauninni, ertu bara með 2 varnartengili. Já, 2 varnartengili og bakverði og síðan ertu með, ég veit ekki alveg hvað íslenska orðið við svíper er, en ég það nú ekki kannski að... Sópur. Sópur, já. Libero. Nei, en í alvörinu er mjög forvitin að vita hvernig þeir ætla að stilla þessum leiku upp. MA hvítu, MK í dökkbláu. PSG og Chelsea liðin fyrir valinu hérna núna. Og hérna er frábær stúlka, hann er ekki rangur. Hann er ekki rangur, en enginn inn á teiknum. Kemur hérna. En Valdimar hérna í ákveðsverðar stöðuspurning hvort hann hefði átt að chippa boltanum þarna og þá einhvern veginn búa til þægilegt pláss fyrir annarkvort Callum Hudson-Odoi eða Tammy Abraham, ég sá ekki hvort það var þarna. En Dagur að sækja mjög fáum mönnum og Valdimar bara að verðast vel. Hann er að tefla út allavega nógu mönnum til að ná að svara þessu dúlleri dags fyrir utan tegin. Og á meðan við erum að horfa á e-fótbolta þá er alvöru fótbolti í gangi og Þýskaland er að vinna Ísland 2-0 því miður í undankeppni EM. Nei, HM öllu heldur. Fyrsti leikurinn okkar í riðlinum. Það er nú ekki það sem við verum til í, en við erum að skemmta okkur hérna. Við erum að horfa á góða fótboltaleiki hérna. Þannig að ef fólk er í fílu, þá getur að horfa á okkur og Við erum glaðir, sko. Já, og fengið smá hamingju í líf sitt í staðinn fyrir að horfa á Ísland tapa. Hægt að spá í eldgos og COVID og Ísland að tapa. Fá þetta inn og hérna er bara Mennskóla Egilsstöðum að halda áfram með sína sók. Aftur velur hann að chippa ekki boltanum og reynar að renna honum þvert fyrir þegar þú ert með töluvert betri skallamenn á teiknum heldur en að varnarmenn PSG bjóð upp á. Við sáum það í horninu sem í rauninni framkallaði marki sem er að aðskilja þessi lið. Þessi leikur er á nullifært svakalega. Ég meina 12 mörk í síðustu viðureign á milli þessara 2 liða sem að MK var Já, ef það var alltaf á hinum 2 þá erum við að fara að fá 11 mörk hérna eftir. Já, en ég meina þessi leik greinilega bara ætla ekki að hleypa, þú veist, ME bara ætla ekki að hleypa. Er úrslitaleiks bragur yfir þessu? Já. Stress í spilinu, vilt ekki, þú veist, taka henni óþra sjensa? Ég er bara 100%. Ég meina þú sér bara að það er enginn að taka neinar áhættur í leiknum og ME bara liggja þægilega tilbaka. Þeir bara vita þeir eru að vinna og ekki að tapa með 9 mörkum eins og seinast. Þeir bara eru sáttir. Í bili. Þannig að þeir heilleikur eftir og 25 mínútur af þessum. En ákvörðun hans Valdimars að velja frekar Edward Mendy í staðinn fyrir Kepa er náttúrulega bara hæð og held það að hann sé aerobic markmaður í staðinn fyrir traditional sem að náttúrulega rauninni snýst bara hvernig animation sem býður upp á þegar hann er að verja boltann, þannig að það er mjög áhugavert að velja það. Tökum líka eftir einu, sko. Með leikinn áðan og sérstaklega fyrir leikinn þar sem að einhvern veginn báði voru með hinn aðalega svo lesin. Maður sjá miklu meira að einmitt öfugum bara annað fyrir hægri, hinn fyrir vinstri einhvern veginn. 100% sko, 100%. En ég meina þessi leikur er svolítið nullified svona allavega hérna í seinni hálfleik. Það hefur ekki heilt færi átt sér stað og ég þori ekki alveg að fara með hvort það sé komið skot á markið, en við höfum allavega ekki fengið hroll niður hrygginn svona hvað var einhver færi í seinni hálfleik, en hérna er möguleiki til að breyka hratt, 4-4, en
ótrúlega skrítin ákvörðun. Það var stressbragur yfir þessu, það var stresslykt af þessu. En hérna hefur hann séns á að breyka, sem hann ekki gerir. Nei, Mennskólinn Kópavogur að snúa vörn í sóknina. Þurfum að reyna að finna einhverja opnun. Ég er náttúrulega búinn að vera allan tíman í þessu miðjum móði svolítið mikið og eiga eitt gott færi. Ég meina þú verður líka bara að nýta þér það að maðurinn vill verjast þröngt. Þá verður þau bara að skipta það yfir. Taka háa bolta yfir, eins og þarna. 1, 2 og nei, velur að fara inn í þuguna vegna þess að honum finnst þægilega að spila þannig. Já, við sjáum þetta svo mikið á hæsta level. 100%, þú verður að adapta hvernig maðurinn er að verjast. Nýta kantana, nýta opnunar, sjá mann hérna bara út af til vinstri, búinn að vera galopinn allan tíman. Nei, en frekar vill hann bara spila hvernig honum finnst þægilegt og það mun koma niður á degi. Svo einfalt er það. Og mig grunar líka eitt þegar kemur á þessum sendingum hérna fyrir og þannig. Það eru náttúrulega allir vanir að spila ekki endilega með alla leikmenn jafn hraða. Nei. Þannig að þú gefur stungunum til vanir að vera með hraðan sóknarmann. 100%. Býst ekki að varnarmaðurinn sé 90 pace líka? Nei, 100% ekki. En það líka bara málið hvernig þú stillir. Bara hvernig body type þú vilt hafa á hvaða stöðum og einmitt hvaða styrkleika þú nýtir vegna þess að þú vilt kantmenn í þessu 90 overall rated eru hraðari. Þannig að þú veist, ég persónulega skil ekki hvernig þú ert ekki að reyndar sem að einmitt sko Valdimar er að gera. Hann er að para Tammy Abraham, stóru manni hérna kemur kantspilið. Já, með hröðum kantmanni frammi sem Callum Hudson-Odoi. Þannig að hans statík er fyrir kantmanni, hann er að spila hann sem strækjar. Skiptir þetta kant, skemmtilega, allt opið. Enn og aftur velur hann að senda hann þvert niður með jörðinni en ekki að nýta síðasta mark kom úr horni. Gerst ekki aftur hérna. Hann varðist þessu vel dagur. Hann ætlaði ekki að mynda eftir. Annað mark úr horni. Er síðasta sókn fyrir dag? Nei, hræðilegu bolti. Og ætlar Valdimar að spila þetta bara út. Gefa Arnari Þórisinni þægilega 1-0 fórustu í seinni leikinn, í úrslitaleik hérna í Frís. Þetta er brot, já. Mjög fórhundin að vita hvernig hann þarf að taka þetta. Jú, hann ætlar að senda þetta frá fjarstöngina þarna. Nei, ég tekur bara lágan. Sendur þetta skemmtilega í gegn. Þetta getur opnun. Vörðin er góð hingað til. Enn og aftur velur hann ekki að senda hann háan uppi. Heldur vill fá hann þröngt í lappir, en það er enginn á nærstöngin. Þá getur ekki verið að senda boltann. Þarna ætlaði Dagur sér að senda hann yfir, hann náði því ekki, en er séns fyrir eina sókn í viðbót. Mér sýnist það. Nei, heldur betur ekki. Valdimar ætlar að keyra leikinn bara í kaf. Skiljanlega 1-0 sigur Mennskólans á Egilsstöðum, staðreynd hérna í fyrri leiknum, síðari leikurinn eftir samt sem áður og já, þá mætast Nökkvi Páll og Arnar Þórisson. Nökkvi Páll hjá MK og Arnar hjá Mennskólum á Egilsstöðum og já, eins og það sagði Mennskólum á Egilsstöðum 1-0 yfir gegn MK og við sáum það í fyrri leiknum. Það sem að Vestló lagði Kvennó að seinni leikurinn getur verið allt öðruvísi. 100% og ég meina, ég ætla ekki að reyna að lesa of mikið í þetta en þetta voru 2 mjög varkárir spilarar. Það var mikið ákvarðanatökur sem að mér fannst skrýtnar í rauninni þannig séð sko. Það var ekki verið að reyna að breyka hratt, það var ekki verið að sækja mörgum mönnum, þeir voru báðir að verjast mjög þröngt, þeir vildu ekki fara út af kantana. Og þeir eru bara núllufæði hvort annað sko. Það er spurning hvort að þeir hafi spilað á móti hverjum öðrum áður og vita hvernig þeir stilla upp leikjum sínum en þetta var, við getum alveg að tala íslensku þetta var ekkert skemmtilegur FIFA-leikur en úrslitaleikir þurfa ekki alltaf að vera skemmtilegir en þeir ég býst við því að núna komi Nökkvi bandabrjálaður out of the gate og ætlar að vinna þennan leik. Ég meina og ég vona bara að markmaðurinn hans verði ekki maður leiksins eins og hann veit meina. Já, við vonandi fáum hörku loka leik hérna rétt á eftir þessar auglýsingar. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Sigurður Laudal heiti ég. Endilega rennið við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klíkað. Ég og þú, við erum að fara saman og við erum að keyra hringinn í kringum Vestfirði og hlaða batteríum. Vegferð hefst 4. apríl á Stöð 2. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Jú, mennskunni Egilsstöðum 1-0 yfir gegn MK eftir fyrri leikliðana. Seinni leikurinn að fara af stað ný nöfn í brúnni og það er erfitt að ræða það hvernig þau komu inn í seinni leikinn. Þetta eru alveg nýju leikmenn báðum megin, en Menntaskólinn í Kópavogi þarf augljóslega að skora allavega 1 mark. Já, 100%. Ég meina þeir eru undir og þetta er úrslitaleikur, þeim langar væntanlega að vinna. Mjög forvitnilegt að vita sko, hvernig þessu var stillt upp taktíklega séð hver tekur fyrri og seinni leikinn sko, hvort að bæði lið hafa verið að hugsa sömu taktík og tefla sterkari mönnunum upp í fyrri leiknum og það er ástæðan fyrir við fengum svona nullefæll leik, að það voru báðir mjög sterkir keppendur, eða hvort það hafi verið eitthvað mismatch, eða maður veit ekki raun sko, Það var svona klálega ekki mismatch því að þú sér að eina markið sem kemur úr horn. Þannig að þetta var svo jafnt að hálfari nóg og maður einhvern veginn svona á þá eiginlega vona því að Nökkvi verði miklu sterkari heldur en Arnar. Svona út frá, þú veist, því sem er talað sko, hvernig síðasta leikur fór og hérna höfum við það. Þetta er lokaleikurinn, úrslitin í FIFA-deild Frís. Koma hér í ljós, stóri heiðurinn undir núna. Heldur betur. Og Nökkvi að spila sem Manchester City, ekki PSG og er með Phil Foden í striker. Hann spila með svakalega lágvaxið lið en hann einmitt já, þessi maður vill hafa boltann bara á löpum sér, það er greinilegt. Hann er Raheem Sterling, Ferran Torres og Phil Foden. Hann er bara strax í færi. Þetta verður eitthvað. Það er bara komið mark í leikinn. Þetta er ekki flóknara en þetta. Það er komið mark í leikinn. Við erum jafnir eftir 5 mínútur. Þetta er orðið meira spennandi leikur eftir 5 mínútur heldur en allur síðasti leikur var. Eftir 1 mark úr horni þá spilar í alvörunni Nökkvi spilaði Arnar upp úr skónum. 1 þríhyrningur, hann hleypur með mannum undir vörninni, dregur hann út og MK eru búin að jafna leikinn. Það er spurning hvernig Arnar ætla núna að bregðast við. Ég meina, ætlaði hann að halda þessu út, ætlaði hann að spila sóknarbolta, við vitum það ekki, þannig að við bíðum bara að sjá hann. Þetta verður forvitnilegt maður, vá! Heldur betur, Menntaskólinn í Kópavogi jafna leikinn hérna og eru núna í kjörstöðu. Tammy Abraham er uppáhaldsleikmaður greinilega beggja manna ME. Arnar fílar að spila með honum greinilega. Báðir leikmenn spila Musonda enn og aftur, ekki það, ég ætla að minnast eitthvað meira á það, en Það var ekkert hjá því. Strákurinn, hérna er góð sókn hjá Menntaskólanum, kom í gegn skotið. Markmaðurinn las þetta. Þetta var ótrúlega vel gert á því á Nökkva, þar sem hann færir markmanninn til hægri og algjörlega les Arnar. Nei, hann les fyrir ekki, hann les Arnar. Nökkvi les þarna Arnar alveg innilega vel. En laggið er alveg í full FM gangi hérna og við vorum að missa af sókn. En það er flaggað rangstæða, þannig að við getum andað. En Nökkvi er að spila svakalega fallegan skyndisóknarbolta hérna. Build-up-playið honum er ótrúlega hratt. Hann sækir á 5 mönnum í rauninni. Hann er með 1 í hólunni og síðan 2 undir. Verst á 4 sléttum varnarmönnum, drop-back og 2 varnartengiliðum. En þessi leikur er stál í stál. Það er bara þannig. Það er spurning hvort að við þurfum að knýja fram framlengingu en það er nóg eftir. Kæmi ekkert óvart allavega, ekki mjög ekkert núna, en MK er einn í sókn, nýtast í vinstri kantinn. Spila eftir.
Góð móttaka hérna, sendingin í gegn, alveg opinn, þetta lítur að mark. Ótrúlegt spil, hann beint á markinn. Heyrðu. Þarna var hann að búast við því að Arnar myndi hreyfa Edvard Mendy markmanninn, en hann gerði það ekki. Hann tók áhættu að skjóta beint á markið sem að borgaði sér svo sannarlega ekki og í rauninni bara tók Arnar rétt ákvörðun að færa ekki markmanninn. ME sleppa með skrekkinn, þarna MK, ég lá á þeim en ME snýr bara beint í sókn. Arnar hérna að keyra og þetta var rangur, rangur. Arnar hefði átt að spotta þetta, Arnar Þórisson þarna. Ég vil bara fá flaggið strax upp eins og í gamla dag. Það er ekkert eðlilegt hvað mér er pirrað þegar það kemur hægt upp, sko. Það er svona skemmtilegt. Setur smá krydd í leikinn og fólk fer aðeins að gera sig vonir eitthvað sem að gera síðan ekki. En Nökkvi, ótrúlegt hjá Nökkvi hvað hann er, nú skilja af hverju hann vill hafa þessa litlu leikmenn. Hann fílar að hafa mikla stjórn á boltanum. Hann er með mjög nákvæmar sendingar. Þetta var nú helvíti tæft þarna. Phil Foden snýr bara einfaldlega inn í mannið þarna. Arnar stóð bara í lappirnar og vann boltanum mjög auðveldlega. Hann er að koma boltanum. Það er bara miklu meira tempo í þessum leik og liðin greinilega bara ætla að sækja þessi sigur. Það verða mistökin sem verða það sem að munu, allt mun snúast hérna. 100%. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi, hann er að fara allavega. Já. Það var eitthvað falin skilaboð. Gastu lesið það? Nei, því miður náði ekki að bóla þetta. Í góðri sókn. En kom inn að bolt tilbaka og hérna er opnun, náði að koma manninu fyrir. Já, vel lesið þarna, byrjar að hlaupa með varnarmanninn í fóturhlaupið, en þarna er hann eins og var ekki að byrja að hlaupa með varnarmanninn. Hann ætlaði að gera þetta fancy þarna, hann vildi gera þetta fancy en Arnar og það bara því miður kostaði mögulegt upplagt marktækifæri. Þetta var, hann hefði verið sloppinn í gegn að hann hefði sleppt því að taka þetta bólrólið til vinstri en hann ákvað fyrir að gera það, en hann er aftur... Ætlaði hann ekki að gera 2 þarna, í raun og veru? En hann gerðinlega kann á hægri pinnan. Hann hefur aðeins notað hann. Já, hann ætlar ekki að gera sömu mistök og félag sem Valdimar, þar sem hann reyndi að renna boltanum fyrir lágt í síðasta leik. Hann ætlar að chippa og nýta sér hæð Tammy Abraham, sem ég skil mjög vel og í rauninni bara mjög sammála. Þannig að það er forvitnilegt að sjá hvort að hann ætlar að halda því áfram eða hvort að þetta hefur verið one of dæmi. 7 FIFA mínútur eftir hérna af fyrri hálfleik. Seinni úrslitaleiksins. Vörningu hérna frá ME ná að stoppa sóknina Arnar að stoppa Nökkvi hana en Nökkvi er ekki hættur. Boltanum spilað aftur út tegnum og ME byggja upp sókn. Hratt og öruglegt. Þetta er algjör ping-pong FIFA-leikur. Þetta er eiginlega svakalegt og bara maður má ekki taka augun af þessum leik í 2 sekúndur því að það er alltaf einhver kominn inn á teginn og þetta er bara geðveikt góður snúðugur og þetta er bara geðveikt gott finish og þetta er bara geðveikt gott mark. MK 2, Menntaskólann á Egilsstöðum 1. MK komnir yfir hérna í fyrri hálfleik seinni leiksins. Nökkvi Páll er að spila þetta gífurlega vel og núna er bara spurningin hvað ætlar Arnar að gera? Hvernig ætlar hann að svara þessu? Og hvað er að gerast hérna? Ég veit það ekki, en Menntaskólann á Egilsstöðum er allavega í sókn og þetta er skot og mark! Hvað var að gerast þarna? Hvað voru að vera að vitna að hérna? Þetta var... ef það er ekki þetta sem vilja fá í úrslitaleik, þá veit ég ekki hvað. Ég hef ekki tægað þar yfir þetta. Hvað gerðist þarna? Reyndar að hreyfa markmanninn og Callum Hudson-Odoi sér opnunina augljóslega og Arnar bara snýtir þessu einfaldlega upp í hitt hornið. Það eru dimmara í Manchester-borg. Já, það sem ég held að hafi gerst var það að við erum búin að skipta núna streymi, þannig að það er málið. 2-2 er staðan. Kameran svipuð, þannig að það er ekki óþægilega fyrir fólk sem er að horfa, en jæja, Og staðan þá 2-1 í þessu seinni leik. Nökkvi er búin að skora 2 mörk og Arnar 1. Arnar búin að skora 1. Phil Foden með bæði mörkin, ég meina hann bara, viðurkenni það, ég setti spurningamörki við það að spila með Phil Foden. Þú ert með skemmtilegri svona body types í City-liðinu eins og Aguero, eins og Gabriel Jesus. En það er erfitt að segja að hann er búin að setja 2 sko. Já, það er það sem ég er að segja, þannig að hann bara algjörlega tróð sokkið við mig. En eins og þú sérð þá eru marktilurnar á markið og skot jafn mörk hjá báðum liðum. Fáum að fylgjast með þá og gera einhverjar breytingar. Já. Hvað er að gera þetta? Þarna er hann... Ok.
Nákvæmlega, spilur á dropback, væntanlega. Öll þið sem við höfum séð í dag spila á dropback þar sem þeir bara vilja hafa flata varnarlínu og vilja ekkert að bakverðin sé eitthvað að leita fram. En það sem hann var að gera þarna núna var að láta Kante covera miðjuna í staðinn fyrir að covera upp fyrir kantmanninn. Þannig að ef að kantmaðurinn myndi fara upp þá myndi hann ekki leita til hægri sem hans megin, heldur myndi hann halda sér í miðjunni vegna þess að hann greinilega bara búinn að Þar opnunin. Hann bara líka búinn að lesa það að Nökkvi vill leita inn á miðjuna eins og bókstaflega allir sem við höfum séð. Það hefur enginn nýtt sér í rauninni eitthvað mikið það að vilja að sækja út á kanta. Nei, en samt sem maður er að sjá í nýjastu, í FIFA 21 að þú veist, þar er hægt að nota kantana. 100% og það er ástæðan fyrir því að mér finnst svona hálf skrítið að leikmennir sé ekki að leitast í það. En ég meina, hvað getum við sagt? Við erum ekki að keppa, þeir eru að keppa og við erum bara hérna að horfa og hafa gaman. En leikar eru hafnir á ný. Menntaskólinn í Kópavogi gegn Menntaskólann á Egilsstöðum. Staðan er 2-2, ME í hvítu, MK í svörtu og ME í sóknina. Heyrðu. Þeir byrja af krafti. Það er engin að efast þar sko. Bæði lið, það er verið að svakalega djúpt með vörnina. Persónulega ef ég væri hann myndi ég ekki vera að gera þetta þar sem hann er með 3 svakalega bæði hraða og tekníska leikmenn frammi, Phil Foden, Sterling og Ferran Torres. Hann er með kantmenn sem sem 3 fremstu menn vegna þess að þegar þú ert að spila 90 overall þannig að það er fyrir alltaf eftir hvaða skráða staða hver leikmaður er upp á hvaða tölur hann fær. Þannig að hann greinilega vill fá hraða og tekníska leikmenn í staðinn fyrir stóra og sterka. En það er bara flott og hann spilar vel út frá því, enda hefur Foden sett 2 mörk í þessum leik. En þetta er ekki að byrja jafn gasalega og fyrri hálfleikur byrjaði. Nei, búinn að þreifa svolítið ákvörðum örvinna núna og með kannski meiri skilning á leikstíl. Já, ákvörðurum og 100%. Ég meina þetta er þeir vilja bæði sækja inn á miðju. Ekkert surprise þar. Vita líka bara hvað mistökin eru dýr núna. Staðan er 2-2 í úrslitaleiknum. Talandi mistök, það er ekki gott að missa boltann inn á miðjunni með varnarlínuna svona ofarlega. Hvað þá móti einhverjum sem kann að sækja hratt og Nökkvi og með svona hraða front 3 leikmenn. Þannig að þessu sendir hann rétta sendingu á opna mannin. Ætlar hann að stinga honum í gegn? Nei, heyrðu, áhugavert, vel gert, tegja vel á vörninni þarna, næra að halda boltanum en Nökkvi næra að svara vel í vörninni og við erum að horfa á nöllefætt fyrstu 15 FIFA mínútur í þessum seinni hálfleik. Bæði lið eru að lesa andstæðinginn vel, þeir eru svolítið hræddari, þeir eru ekki að reyna að sækja mikið. Þetta er búið að vera svolítið, ekki alveg end-to-end, en svona upp á teig svolítið spil. Já, fáarsóknir enda með skoti. Og bara fáarsóknir í rauninni yfir höfuð. Það er bara, það vantar alltaf þetta final touch. Svona, núna það sem af komið seinni hálfleiks. En hvað er það að sjá hér? Ætlar hann að vippa honum inn, hann er með mjög litla leikmennin í tegnum. Þetta er kannski ástæðan fyrir því að Nökkvi vill ekki spila út á kanta vegna þess að hans 3 fremstu menn eru mjög litlir. Þeir eru mjög smáir og hann vill í rauninni bara hafa boltan niðri í löppum eins og þarna og þetta er fullkomlega staðan fyrir hann. Ætlar að nota Sterling? Nei, hann dregur manninn út. Þetta er fullkomlega gert þarna. Frábærlega gert hjá Nökkva. Hann ákveður að nota ekki Sterling strax, býður til að markmanninn komið út og sendir síðan mjög fastan bolta fyrir og Sterling skýtur boltanum bara í aukt markið og ótrúlega vel gert hjá Nökkva. Þetta er bara eins einfalt og það gerist. Það er bara beint í pásu, fáið að sjá breytingarnar. Það væri geggjað. Já. Þarna er hann að setja í rauninni, tekur Charlie Musunda út af, setur Werner upp á topp og Callum Hudson og Dói á kantinn þar sem hann á heima í rauninni. Hann vill fá greinilega styrk og svona góða skoteginleika og gott finishing upp á topp í staðinn fyrir hraða og síðan fær hann hægri bakvörðinn Sterling inn á miðjuna þar sem hann vill í rauninni svona all-around varnarsinnaðan miðjumann í staðinn fyrir Kante. Meiri hæð líka sem er mikilvægt en það er spurning hvernig að Arnar svarar þessu. Já, það koma einhverjar frekari skiptingar. Já, það hlýtur að vera, ég meina við erum ennþá pásaðir og
Þetta fara og horfa á hérna. Við þurfum að koma upp í hægra á þetta eftir smá. MK ná að vinna boltan hérna strax tilbaka. Já. Fótinn farin út af eftir 2 mörk og 1 staðsendingu. Timo Werner að koma inn hinum megin. Gabriel Jesus kominn inn á fyrir City. Callum Hudson-Odoi farin út á kantinn í staðinn fyrir fram og Timo Werner fyrir upp á topp með Tammy Abraham. Og þetta mjög vel spilað hjá Arnari. Spilaðurinn á miðjunni og hvað gerist hérna? Jú, nei, en þetta aukaspyrna á ótrúlega hættulegum stað. Hvað gerir Arnar hérna? Hvað ætlar hann að gera? Jú, þetta gamla góða hashtag Harry Hersketh taktíkin heitir þessi. Það sem hann hleypur með mannin yfir. Þetta gott YouTube tutorial fyrir alla áhugamanna sem vilja að tjekka. Það eiginlega ekki hægt að verjast þessu. Þetta svona framalega og þegar þetta gert svona hratt og Callum Hudson-Odoi bara jafnar leikinn í úrslitaleik. Það ekki flóknara það. Frábærlega gert Menntaskólinn Egilsstöðum að koma sér í 3 hérna líkt og Menntaskólinn í Kópavogi. Það allt í járnum hérna þegar 25 FIFA mínútur eru eftir. 3-2 í þessum leik. Heyrðu, talandi mistök, þá þetta bara eins dýr mistök og hægt að gera í úrslitaleik á 74 mínútu. Hann hreyfir markmanninn og hann mun sjá eftir því. Pulisic beið eftir að markmanninn myndi hreyfast. Arnar beið eftir að markmanninn myndi hreyfast. Nökkvi gerði það og hann slottar hann bara í nær hornið hann. Staðan 4-3 og það búið að snúa þessum leik við á 0-1. Menntaskólinn og Egilsstöðum að setja 2-1 og það fagnað. Það fagnað fyrir austan. Já, það bæjarhátíð í gangi núna, ég að segja þér það. Það allir komnir út á götu. Hvað gerð hérna í beinu framhaldi? Ekki nein. Nei, þetta náttúrulega var kallað hinum megin. Fáum að sjá hérna, skemmtilegt. 2 mörk hérna. Já, þarna sér hvernig hann spila. Hann spila með mjög þrönga miðju. Með Maris á vinstra megin á miðjunni sem áhugavert, en það hefur verið að virka hingað til, kannski fyrir utan svona það að hann undir. En núna verður MK að skora. MK komið áfram í úrslitakeppnina í frís, en FIFA-liðið vill vinna. Það titill undir. Við erum að horfa á það að eins og stendur núna þá ME að fara að vinna þetta, en það líka gerist á 15 sekúndum. 15 alvöru sekúndum, einni FIFA mínútu mögulega. Gæti breyst í hina áttina, pratt tilbaka. Það var einhver breyting sem átti sér stað. Eins og sjáum á þá eru 6 skot á markið hjá MK og 5 hjá ME og possessionið bara 50-50. Gundogan að koma inn á fyrir Cancelo, en frí Maris spilandi hérna inn á miðjunni. Guð minn almáttugur, þetta svo mikið end-to-end stöf. Eins leiðilega sem seinni hálfleikur byrjaði þá hafa mennirnir heldur betur gripið til vopna og bara báðir ætla sér að sækja. Hann þarf að spila bara, þetta bara skynsamlegt. Eins leiðilegt og að spila svona þá skil ég, heyrðu! Sleppur með þetta. Blöndar hjá báðum liðum núna síðustu 5 mínúturnar. Enn og aftur, það bara stress í mönnum. Það er titill í húfi og það bara þú sérð á þeim hvernig þeir eru að spila. Þeir eru að gera skrítin mistök. Eins og þessi sending hefði líka bara getað endað mjög illa. En hann ætlar sér bara að halda í boltan þangað til leikur endar og spurning hvernig nei, þetta bara búið. Ein sending of mikið. Tammy Abraham hefði bara að taka skotið inn í staðinn, ákvaðan að senda Timo Werner og núna séns. Það séns fyrir Menntaskólinn í Kópavogi, það séns fyrir Nökkvi Pál sem að sækja á allt og fáum mönnum á 850 mínútu og þetta Bernardo Silva bara einfaldlega ekki nógu sterkur til að reyna að keppast við César Azpilicueta og fullkominn bolti þarna frá Edward Mendy sem að fer yfir á Callum Hudson-Odoi sem að sækir hratt og örugglega en Ola Zinchenko verst og sendir hræðilegan bolta og brýtur að mínum mati síðan á Callum Hudson-Odoi en ekki dæmt. Erum við að horfa hérna á síðustu alvöru sókninni uppsigla. Hvað hann að fara að gera? Gabriel Jesus tekur skringilega við boltanum og Marcos Alonso einfaldlega hirðir hann á honum eins og að taka salgæti frá barni og ég held að
Ég þarf bara að fara með það að MS sé að fara að taka titilinn heim. Titilinn verður faxaður austur. Það ekkert annað held ég í stöðunni en það að fara að gerast. Mínúta eftir. Já. Hann sendir bara tilbaka. Nei. Hann ætlar sér að... Þetta er tröðatrækjandi. Ég veit hversu leiðilegt þetta er fyrir Nökkva núna að geta ekki ná til boltans og horfa á titilinn fjara út og þetta er búið. Menntaskólinn á Egilsstöðum sigrar FIFA-mót Frís 2021. Eftir ótrúlega 15 sekúndna endurkomu þar sem að Nökkvi Páll einfaldlega gefur leikinn frá sér. Hann gefur bókstaflega boltan og sendir hann einn í gegn. Þetta var stóðsending í rauninni bara frá Nökkva Pál sem er marki sem að endar hann að leik. Já, til hamingju. Menntaskólinn á Egilsstöðum. Þetta þýðir þá að Menntaskólinn á Egilsstöðum sigrar FIFA-hluta Frís og MK í öðru sætinu, Vestlóið í þriðja og Kvennó í fjórða og það er alveg, og það þýðir að við vitum hvaða lið er komin í úrslit og við skulum sjá það hér hvaða lið mætast næsta fimmtudag. Það eru Tækniskólinn og Vestló og fimmtudaginn þar á eftir MH og MK. Það eru liðin á höfuðborgarsvæðinu og þar verður spilað í Counter-Strike, Rocket League og FIFA. Og þetta er rauninu bara best of 3 í þessum 3 leikjum. Þetta verður hörku viðureign. Náttúrulega við erum búin að horfa núna á bara 2 góða leiki þar sem að og við fáum að sjá meira af MK og Vestló sem að verður ótrúlega gaman og sárt að horfa á eftir þeim liðum sem að komast ekki áfram en þetta verður bara hörku viðureign. Sko þetta fer þá þannig að Flensborg sigra Counter-Strike hlutan, MH sigra Rocket League hlutan og Menntaskólinn á Egilsstöðum sigra FIFA hlutan en eins og maður segja þarna skiptir máli hvernig liðin standa sig í öllum 3 leikjunum og liðin svo Tækniskólinn gríðarlega sterk og náttúrulega samfélagsmiðlakeppni þannig að þú veist Tækniskólinn þessi 4 lið eru bara Tækniskólinn, Vestló, MH og MK öll búin að vera svolítið þvert á leik. Heldur betur, ég meina Tækniskólinn er líka búið að vera mest konsistent það þýðir ekki alltaf að ef ég má aðeins djóka í Flensborg þá þýðir ekki að vinna eitt og lenda sinni í síðasta sæti í hinum 2 greinunum. Ég meina oft er bara best að vera bara fyrir miðju og sigla síðan bara reglan sjó inn í úrslitinu og gera síðan bara betur þar sko. En á sama tíma þá er það erfitt því að ég meina núna til dæmis MK svektir með úrslit kvöldsins á öllum líkindum en á sama tíma þá hljóta það að vera ansi kókraustir að geta þá farið illa með MH í FIFA-hlutunum. Bara 100% en síðan það MH ríkjandi sigurvegarar í Rocket League þannig að þú veist það er spurning hvernig það fer og fleira sko. En þetta verður mjög áhugavert að sjá hvernig fer sko. Hvað þá sérstaklega það sem með skóla eins og Vestló sem að bara stóðu sig ekki vel í Rocket League-keppninni, stóðu sig vel hérna og aðeins verr í CS:GO-deildinni, þannig að þeir eru ekki favorites. Tækniskólinn með 2 önnur sæti og síðan frekar slaga. Já, og þau á Tækniskólanum eru bara búin að vera þvert á, eins og segir, alla leiki virkilega öflug. En samt með frekar slaga frammistöðu í FIFA, komist allan ekki í 4 liða úrslit. Nei, voru nú samt á blaði þarna. Já, algjörlega, en ekki topp 4 skóla, en það er spurning hvernig fer núna, þar sem þeir þurfa að keppa móti MK og Vaffi, sem eru skólar í ofanlega fyrir í FIFA allavega, sko. En þetta verður bara stál í stál, saman hvernig fer. Já, herri, mér skilti að segja eitthvað meira að koma inn á samfélagsmiðlana. Við skulum kíkja það svona áður en við kveðjum. Þetta er hann Oliver að vökva sig á vasklasið, vassbrúsinn. Það er nú gott að heyra. Þetta er úr Rocket League? FSN. FSN? Þannig að... Það er gott póster á þetta fyrir aftan monitorinn. Ég get ekki séð hver þetta er. Og mér sýnist þetta að vera vúrt dagatal. Já, er ekki búið að cancela þeim? Jú, ég veit ekki. Ég hef svona þrisvar séð þau og það er alltaf á einhverjum bílaverkstæðum, sko. Já. En bara heiðalegt. Við bara heiðalegt. Það er eina sem við getum sagt. Já. En þetta er semst úr Rocket League liði FSN. Þannig að þú veist, sko, þetta er orðið alveg ótrúlega spennandi og ég get bara ekki beðið eftir að fá úrslitaleikinn. Náttúrulega í næstu viku
þá verðum við öll hérna. Já, heldur betur. Ég, þú, Donna og plóterinn. Þannig að það verður náttúrulega bara veisla. Þannig að við bara kveðjum ykkur af sinni og fáum í raun og veru bara í næstu viku og kíkjum á næstu vikuna. Þá fáum við hérna Tækniskólann á móti Vestló, það á fimmtudaginn eftir viku. Ekki missa því beinútsending klukkan 7 hér á Stöð 2 Sport og á Twitch-rás Rafíþrótta og svo viku seinna MH gegn MK. Kristján Einar og Króli, við þökkum fyrir okkur í kvöld og við sjáumst aftur næsta fimmtudag. Shit, mér langar að hringi í smiðinn sem laði þetta bara ekkert. Dóri DNA heimsækir allskyns ólíka Íslendinga sem allir eiga þó það sameiginlegt að þurfa hjálp við að dytta að einhver á heimili sínu. Þetta er skilgreiningin á þessu þætti. Hérna ætla ég að búa til bocciavörn. Við þurfum að skipta lagnir inn í fyrra og það var ljótt hérna. En við þurfum að sprauta þessu ofna. Veistu hvað leiðilegt að mála ofna? Farnir, ef þetta voru stemningin hérna, að vera móðgan hérna, þá erum við farnir, sko. Halldór sækir þetta fólk heim, vopnaður hamri, sög og forvitni. Hvernig að vera með Vigdísi Hauksdóttur að garga framan í sig á Zoom? Þú ert góður að saga. Hann með okkur, hélt ég bara á húsinu. Ég alveg að fara að hringja í pabba minn, sko. Skítamix hefst 11. apríl á Stöð 2. Undankeppni HM 2022 á Stöð 2 Sport og við færum hér geggjaða leiki í beinni útsendingu. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Vodafone-deildin á Stöð 2 e-sport. 8 bestu lið landsins keppa í CSGO. Það sem eftirsóttasti titillinn í rafíþróttum undir. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Maður verður bara einhvern veginn að taka þessu með þess mikilvæg ró að maður getur gert og vonast til þess að lögin sjá þessu mál. Ofsóknir hefst 5. apríl á Stöð 2. Shit, mér langar að hringi í smiðinn sem laði þetta bara ekkert. Dóri DNA heimsækir allskyns ólíka Íslendinga sem allir eiga þó það sameiginlegt að þurfa hjálp við að dytta að einhver á heimili sínu. Þetta er skilgreiningin á þessu þætti. Hérna ætla ég að búa til bocciavörn. Við þurfum að skipta lagnir inn í fyrra og það var ljótt hérna. En við þurfum að sprauta þessu ofna. Veistu hvað leiðilegt að mála ofna? Farnir, ef þetta voru stemningin hérna, að vera móðgan hérna, þá erum við farnir, sko. Halldór sækir þetta fólk heim, vopnaður hamri, sög og forvitni. Hvernig að vera með Vigdísi Hauksdóttur að garga framan í sig á Zoom? Þú ert góður að saga. Hann með okkur, hélt ég bara á húsinu.